Velkomin á fagráðstefnu skógræktar árið 2025. Ég heiti Ágúst og ég er í forstöðu fyrir stofnunina Land og skóg og býð ykkur öll velkomin hingað fyrir hönd þeirra samstarfsaðila sem standa að þessari ráðstefnu. En það eru Land og skógur, Landbúnaðarháskóli Íslands, Skógræktarfélag Íslands, Skógfræðingafélag Íslands og Bændasamtökin. Og eins og við öll vitum að þá gríðarlega spennandi dagskrá hér framundan í dag og á morgun. Og þetta lítur vel út. Góð mæting, frábær mæting, fullur salur, fallegur salur og vel skreyttur. Þessar fagráðstefnur eru auðvitað vettvangur þekkingarmiðlunar eins og við vitum skógargeiranum og umræðu, taka stöðuna og eru að hafa bæði þeir sem sjálfir eiga skóg og eiga að fást við hann og hirða og rækta og líka þeir sem sinna menntamálum og rannsóknum og alls kyns málum sem tengjast þessu. Sem sagði þetta væri farið þessa leið, hún virkar ekki núna. Og byggir ákaflega til eftir breyting undir þetta skipulagt. Ég held að þetta sé, þið leiðréttið mig nú, ég held að þessar ráðstefnur hafi verið þátt í alltaf fjórðung eða eitthvað svoleiðis, með svipuðu sniði nokkurn veginn. Ég sé að kinga orðið korti sem hafa verið á öllum þessum ráðstefnum og þannig að þetta með svipuðu sniði og verið hefur. Smaðinn dagskrá með áhugaverð og mikið af félögum sem stóð eitt og ræða við og rifjum upp og svona. Nú, ég nefndi salinn, það var gaman að byrja þetta inn í morgun sem salurinn flottur, vel undirbúinn hjá fólkinu okkar hér á Hallmannsstað. Við höfum verið alveg á fullu að undirbúa og þið takið eftir því að á borðunum falleg skreyting, en hún vísar einmitt til þema ráðstefnunnar sem frá plöntum til fólk. Og ég held að sé heldur en hún Bergrún Arna Þorsteinsdóttir eða Begga okkar hér sem hefur skipulagt þessa skreytinga. Til að við byrjum að klappa fyrir því, þetta glæsilegt. Nú, þennan fyrri dag að þá erum við sem sé að kringum þetta þema umrætt, fyrst og síðast. Það þetta frá landvali og til mismunandi skógarumhirðukerfa við þær lokaafgjöf sem stefnir að. Og ég ætla að vera hér þess heiðis að fá að vera fundarstjóri með hátíð, en síðan verður dagskráin auðvitað bara áfram og morgun að þá á seinni deginum og þá að fyrir rannsóknum og menntun og lífsskoðunartækni og þess aftar. Það fag. Nú, til að með praktíska hluti, gott að fara við það, að við erum öll með svona áspöld sem eru svart að lit, eða við erum flest með svona svart. Og það þýðir það að við eigum bara að njóta ráðstefnunnar og taka þátt eins og mögulega getum. En við sjáum einhvern veginn gult hálsband, þá er það undirbúningsnefndar aðili. Það er tilbúin að hjálpa okkur með faraðina sem okkur vagnar og við bendum ykkur á þetta. Ja, þeir eru hér með þessi gulun og við skulum líka klappa fyrir þeir, bara strax í upphafi.
Það vera ekki að breyka. Já, takk fyrir ykkarlega og takk fyrir að bjóða mér að ávarpa þessa þáttetu. Ég tala eitthvað frá Reykjavík. Eins og þið eflaust vitið, þá færðust málefni skógræktar til umhverfis- og loftslagsráðuneytisins núna við síðustu ríkisstjórnarskipti. Þetta gerðist samhliða flutningi ýmissa annarra stjórnarmálefna milli ráðuneyta. Ég hlakka til að vinna með ykkur að málefnum skógræktar og bara almennt að endurheimt vistkerfa. Ný ríkisstjórn leggur áherslu á að vinna að kolefnishlutleysi og styðja við líffræðilega fjölbreytni. Það til mikils að vinna á báðum sviðum og hvort tveggja hefur þetta mjög ríka tengingu við málefni skógræktar eins og þið þekkið. Skógar landsins þekja 2% af heildarflatarmáli landsins og algjör ræktaðar skógar spannar yfir 100 ár sem er við upphaf skipulegra skógræktarumhverfi en víða nú finna eldri birkiskóga og þeir hafa vaxið nokkuð stöðugt síðustu ár. Bæði hefur ríkið stutt við ræktun í einkalöndum. Skógræktarfélögin hafa haldið áfram sínu verðmætastarfi og allra síðustu ár hafa svo einkaaðilar við að skógræktarverkefnum víða lönd á oft á grundvelli loftslagsmarkmiða og náttúruskógarnir okkar að freyða úr sér víðast hvar. Magn viðarafurða er stöðugt vaxandi, bæði magni og verðmæti, virðiskeðja viðarafurða er að þróast, greiðslunarvið og borðvið og önnur verðmæti í skógum margvísleg. En það er kannski ekkert mikilvægara heldur en útivistargiltið þegar við njótum útivinnu í skógum, skógarstígum og í útilegu með fjölskyldunni og enda geta markmið skógræktar verið fjölbreytt. Skjól fyrir íbúa að starfsemi, svo er það kolefnisbindingin auðvitað og endurheimt vistkerfis og nokkuð þetta. Mín sýn og okkar í nýrri ríkisstjórn er að hlutverk ríkisins sé að vinna markvisst að auknum gæðum, að fylgja skýrum viðmiðum, að auka og miðla þekkingu þeirra fjölmörgu þætti ræktunar og endurheimta skóga. Við þurfum líka að huga að hagkvæmni verkefna forgangsröðun til þess að við fáum sem mestan ávinning út af þessum verkefnum. Þetta er allt saman vandasamt verkefni, þarf að móta svona sýn á nýtingu lands til langs tíma og hugsa fyrir því að þessi nýting lands stangist ekki á við ýmis önnur sjónarmið sem geta varðað umhverfi og samfélag og það að velja réttar trjátegundir eins og þið þekkið, hafna skóginn með hliðsjón af landgerðum og landslægir, þá tekur við ræktunin og undirbúningur, gróðursetning og svo þetta biðin eftir þessu öllu. Markmiðið er að afurðirnar séu góðar og verðmætar, þá tekur hérna fljótt við. Ný stofnun, Land og skógur, tók við málefnum skógræktar fyrir ári síðan og unnið hefur verið að þessari sameiningu síðustu misseri og ég tel að þetta hafi gengið vel og ég hef mikla trú á því að þessi sameining muni reynast vel til langs tíma. En það tekur auðvitað ekki tíma að ná fram þessari skilvirkni og þessum ávinningi sem við erum að vonast eftir. En svona til lengri tíma þá hefur við auðvitað í sér tækifæri til þess að byggja upp öflugri þekkingarstofnun og ná fram meiri slagkrafti í þessum verkefnum. Ég skilst að þessari ástæðan að fjalla feril skógræktar frá plöntu til planta. Ég legg áherslu á að undirbúningur og langtíma hugsun er mikilvæg í þessu ferli öllu saman. Miklir hagsmunir í húfi fyrir land og þjóð og allt er þetta líka leiður í loftslagsaðgerðum sem eru mjög mikilvægar til þess að Ísland nái þeim markmiðum sem við höfum sett okkur, kolefnishlutleysi og varðstöðu líffræðilega fjölbreytni sem er eitt brýnasta umhverfismálið í dag. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, ég ætla bara að óska ykkur góðra skemmtunar í dag og óska ykkur árangursríkrar ráðstefnu og
þakka fyrir þetta tækifæri til að spila. Takk hérna. Já, við færum Jóhanni Páli kærar þakkir fyrir hans góða ávarp og miklu hvatningu til okkar hér til að eflast í okkar fagi og mikrofóninn kom í gang og ég bara endurtek það. Þakka Jóhanni Páli kærlega fyrir hans brýning og góðu hvatningu til góðra verka og við væntum auðvitað mikil samstarfi við hann og hans fólk í okkar nýja ráðuneyti, það að segja það sem á okkar málefni eru nú, fluttust þangað fyrir ekki löngu síðan, í rauninni 1. mars og þannig að þetta lofa góðu. En nú fáum við einnig ávarp frá henni Dagmar Ýr Stefánsdóttur, sveitarstjóra Múlaþings. Hún ætlar að koma hér og hér upp og flytja ávarp. Hún tiltölulega nýtekin við sem sveitarstjóri hér í Múlaþingi og við óskum henni sjálfsögðu velfarnaðar í mikilvægu starfi. Þetta hið stóra skógræktarhérað sem að þú sýnir hér. Gjörðu svo vel Dagmar Ýr Stefánsdóttur frá Merki og Jökuldal. Jú, komið sæl og velkomin í Múlaþing, þau ykkar sem ekki eru búsett hér nú þegar. Eftir þessa daga hérna í skóginum þá reikna ég auðvitað fastlega með því að þið farið öll að leita ykkur á húsegn hér á svæðinu fyrir síðan. Það gleður mig að þessi fagráðstefna skógræktarinnar sé haldin hér í Hallormsstaðaskógi í ár, enda fáið staðir sem eru líklega meira viðeigandi til að hýsa slíkan viðburð, enda er hér margar skógræktar á Íslandi. Sjálf ég alin upp eins og kom fram á Jökuldal, ekki ýkja mikið trjágróður þar, þótt að við höfum haft nokkrar uppbyggingar í garðinum við húsin, hvar ung stúlka bjó sér fuglabú og einnig löngum stundum við leik og lærði þannig frá fyrstu hendi hvað trén geta veitt gott skjól og skapað góða umgjörð fyrir ævintýraheim. En alvöru skóg hef ég líklega fyrst séð þegar ég kom í Hallormsstaðaskóg og mig grunar að það hafi verið þegar ég var 5 ára gömul eða það var fyrsta skipti sem ég man eftir. Þá tóku foreldrar mínir upp á því að gifta sig í Laumi og skýra litlabróður minn leið og eftir stutta athöfn í Eiðsstaðakirkju var brunað hingað í skóginn á hótel sem að hefur þá bara verið starfrækt yfir sumartímann. Þannig að hér var auðvitað grunnskóli á veturnar og við fórum hér þetta borga. Og líka eina ástæðan fyrir að þetta er svona brennt í minnið er að ég fékk ís í eftirrétt með flísi sem að ég misti þess að næstu því af því að ég hljóp einmitt hérna út í skóga leikanir á milli réttar. Og þessi ís er eitthvað það stórkostlegt sem ég hefði nokkuð tíma séð og er mjög eftirminnilegur. Og skógurinn heillar enn. Við Austfirðingar erum einstaklega stolt af þessu svæði og nýtum hann vel til útivistar og samveru. Hingað kem ég með börnin mín þegar ég þarf að láta þau eyða orku við klifurtréð eða nýta þess að lappa fallegu gönguleiðina yfir í Atlavík eða undir Björgsensbotna. Þegar á haustar þá kem ég hingað til að tína hylber á leynistaðnum sem ég held reyndar að allt of margir viti af í dag. En þá er vert að minnast á skógardaginn mikla sem er með fjölsóttari hátíðum okkar hér eystra en hún er eitthvað svo kósí að þetta er eiginlega svona hátíð okkar heimamanna. Við eigum hann einhvern veginn svolítið saman.
En já, ég sagði að við erum stolt af skóginum okkar sannarlega og reyndar var það svo hér í eina tíð þegar við vorum ekki enn orðin turistlandið Ísland og vorum bara að taka á móti svona einstaka ferðamanni hér og þar. Að okkur þótti það merkilegasta sem við gátum sýnt vera Hallormsstaðaskógur, eini alvöru skógur landsins og við skildum alls ekki hvers vegna þessi ferðamenn voru ekki eins frá sér myndir og við. Og þeir vildu frekar bara skoða sand og auðn sem okkur fannst nú vera kannski frekar ofaukið af. En höfuðstöðvar Skógræktar Íslands voru lengst af staðsettar hér á Héraði og í gegnum þá starfsemi hefur mikil og góð þekking byggst upp hér á svæðinu. Og mér finnst mikilvægt að við hlúum að þessari þekkingu og tryggjum nýliðið í greininni. Því þetta eru mikilvæg störf hér á svæðinu og ég viðurkenni að okkur þótti erfitt að missa einu höfuðstöðvar ríkisstofnunar frá Austurlandi þegar Land og skógur var til. En við treystum því að áfram verði staðið að öflugu starfi hér á svæðinu og passað vel upp á þau störf sem hér eru og þurfa að vera. Þá finnst mér ánægjulegt að hér á ráðstefnunni í dag á að fjalla skipulagsmál og skógrækt því ég held að leið og við viljum planta trjám og auka skógrækt að þá passar það ekki endilega alls staðar og við þurfum að virða ólík vistkerfi og tryggja tilburði þeirra. Þá umræðan hvaða plöntur eiga heima í íslenskum skógum og hvaða ekki afskaplega áhugaverð. En eins og þið kannski heyrið að þá hef ég nú ekki mikið vit á þessu máli en það má alltaf læra og fræðast og það kannski stafar best á því að bóndadótturinn sem hér stendur Ómar Jökuldal finnur sér skyndilega í hlutverki hafnarstjóra samhliða sveitarstjórnarstarfinu sem að mörgum minnum þykir mjög gaman að gagnast með. En aftur bara hjartanlega velkomin í skóginn okkar og góða skemmtun á þessari metnaðarfullu ráðstefnu. Og ég vona að þið munu öll öðlast nýja þekkingu og eiga hér gagnleg samtöl. Takk fyrir mig. Já, við þökkum sveitarstjóra Múlaþings innilega fyrir gott og hvetjandi ávarp. Já, við þökkum sveitarstjóra Múlaþings innilega fyrir gott og hvetjandi ávarp. Þannig að þetta kemur. Sko, það er góða. Klöppum fyrir Bjarna. Maðurinn fer aldrei á taugum, það er alveg sama hvað gerir. En þá er komið að því að vinda sér til í erindi og til dagskrár og við erum sem sé núna fram á hátíð með glæsilega og spennandi erindi ýmislegt sem að snertir okkur mikið og það er þannig að fyrirkomulega á þessu er nokkuð neginn þannig að það er ákveðin tími sem að hver hefur en síðan reynum við að finna tíma fyrir 2 spurningar eftir hvert erindi og við erum eitthvað komið fram úr áætlun þegar við sjáum tilfara það er mjög leið þetta kannski í hádeginu en við reynum með að vera þessu morgun hérna verkefni okkar við lokið kl. 12 en síðan að því að minna á það líka að við verðum með klukkan 14:10 þá verða pallborðsumræður sem hún Hrefna Jónsdóttir ætlar að halda utan og þá verður tækifæri til að ræða málin enn frekar. En þau sem ætla að ríða hér á vaðið í varðandi erindi eru þau Helena Marta Stefánsdóttir og Björn Traustason og þau ætla að í sameiningu að flytja okkur erindi sem að heitir Staða skógarauðlindarinnar og þróun ÍSU til framtíðar. Og þannig að þau með bara koma hérna uppgjöfisröð og Helena Marta, hún er heimilsstjóri og sérfræðingur LOX á sviði skógarúttektar og vöktunar og kemur hér og átti afmæli í gær, bara eins og til miðaði. Og já, flökkum fyrir því. Og síðan er það Björn Traustason sem er heimilsstjóri og sérfræðingur LOX á sviði loftslags, bókhalds, landupplýsinga og fjarkönnunar. Gjörið svo vel. Gerum við þetta svona. Góðan daginn og mikið gaman að sjá ykkur hérna og yndislegt að fá að vera með ykkur og fá að flytja ykkur
erindi svona í upphafi dags. Kæru samstarfsfélagar og kollegar, bara dásamlegt að vera hérna, yndislegt. Við Björn ætlum að tala hérna stöðu skógarauðlindarinnar og þróun ÍSU til framtíðar. En skógrækt ung á Íslandi, eins og þið vitið, í heildarsamhenginu. Og ef við miðum við nágrannalöndin okkar sem oft byrjum við okkur saman við Skandinavíu eða Norður-Evrópu. Og skógarúttektir, sem nú það sem ég ætla að fjalla svona til að byrja með, þær hafa verið stundaðar í Evrópu í uppmyndir og rúmlega 100 ár í sumum löndum, en þær hafa stuðlað að í rauninni og tilgangur skógarúttekta í Evrópu hefur alla jafna verið að stuðla að sjálfbærri nýtingu og ná utan skógarauðlindina sem til staðar í löndunum og þess vegna tóku sig saman svona til að meta hvað væri þarna úti í skógunum hægt að nota án þess að ganga endalaust á auðlindina. Og í Þýskalandi þá byrjuðu þeir skógarúttekt á 19. öld og snemma á 20. öldinni í Norðurlöndunum og í Bretlandi og Frakklandi einhvern tímanum 50–60. Hins vegar á Íslandi að þá var skógarúttekt hafin 2005 og það var að megnum til vegna þess að vantaði að vita stöðu til þess að geta komið með þær tölur sem vantaði vegna skuldbindingar vegna losunar á koldíoxíð. Þannig að við erum í rauninni okkar skógarúttekt var í rauninni ekki hafin til þess að ná utan auðlindina per se, heldur til þess að geta sagt hversu mikið við erum að binda koldíoxíð eða kolefni. Upphaflega var það Skógrækt ríkisins sem hóf þessa vöktunarvinnu en svo sameinaðist Skógrækt ríkisins við landshlutaverkefnin og var það Skógræktinni og síðar Land og skógi. Það var Arnór Snorrason sem var upphafsmaður og hóf í rauninni þessa merkuvinnu og hefur lyft grettistaki í rauninni skipulagningu og framkvæmd þessarar skógarúttektar frá 2005 og vitneskjan stöðu auðlindarinnar, hún svo mikilvæg. Það svo mikilvægt að við vitum hvað við erum með, hver staðan og umfangið gífurlegt. Það hafa verið núna undanfarið verið töluverðar breytingar í bæði tækni og aðferðum í skógmælingum núna eftir því sem að tækninni fleygir fram og kröfur skil á gögnum hafa líka aukist til muna. Og þannig var í rauninni ákveðið núna þegar Arnór hefur ákveðið að minnka við sig vinnu og segja sig frá skógarúttektinni svona skipulaginu að þá í rauninni var ákveðið að skipta þessu starfi upp í tvennt. Þannig að það má eiginlega segja að Arnórs hafi séð 2 manna maki og ég og Björn Traustason tókum við í rauninni hans starfi en ákveðið að skipta það í tvennt og það var ákveðið að ég tæki við sem gagnaöflun og það að segja að skipuleggja það að fara út og gera mælingar og sjá til þess að gögn komi góð í hús og svo tekur Björn við gagnaúrvinnslunni og miðlun og útreikningum og öðru slíku. En hvað þetta ÍSU? Þetta talaði þetta okkar meðal, allavega upp á Mókisá eins og allir vita hvað þetta
Mig langar, svona í ljósi þess að ég ný í ISU, til þess að segja ykkur aðeins svona frá því, bara hvað þetta? Hvers vegna erum við að þessu og hvernig gerum við þetta? Það ISU, eða Íslensk skógarúttekt, vöktun skógarvistkerfa og hefur það meginmarkmiði að afla á vísindalegan hátt upplýsingum útbreiðslu skóga, það að segja við erum að sjá til þess að kortlagning sem við fáum í hús standist að það sé að kortlagningin sé rétt. Við erum að gera mælingar á uppsöfnun kolefnisforða í skógum landsins og svo erum við að meta ástand bæði trjánna í skóginum og skógarna sjálfra sem vistkerfis og við erum að kanna í rauninni stöðu og meta stöðu skógarauðlindarinnar. Einnig erum við að safna gögnum umhverfi skóga og þar af leiðandi getum við metið alls konar þætti þegar heim komið, þegar þessum gögnum hefur verið safnað. Til hvers erum við að þessu? Úrvinnsla á gögnum mikilvæg og hún meðal annars vegna þess að við þurfum að gefa upp tölur varðandi ástand skóga og kolefnisbindingu. Til dæmis til rammasamnings Sameinuðu þjóðanna og fleiri skýrslur tengdar kolefnisbókhaldi, skýrslur Sameinuðu þjóðanna FAO og FRA í rauninni, sem Forest Resource Assessment. Svo eru aðrar erlendar og innlendar skýrslur og greinar sem við skilum inn gögnum bæði fyrir stjórnvöld og til almennings. En hvernig veljum við þessa reiti? Nú vitum við að fólk fer út allt Ísland og plantar skógi. Þegar upphaflega var farið af stað í að meta útbreiðslu skóga og ákveða hvað reitinir voru, þá var sett svona hnýtakerfi yfir landið. Og svo ef við fáum gögn það að ákveðnar aðgerðir hafi verið gerðar á til dæmis þessum punkti hérna, Fljótsdalshéraðinu, að þá sjáum við hérna þar sem að hnýtakerfi skarast, að þar eru punktar. Og ef að flatarmál sem okkur tilkynnt að sé aðgerðir á skarast við þessa punkta sem eru hérna gulir og rauðir, að þá eru þessir punktar sjálfkrafa komnir inn í vöktunina. Við erum hérna Hótel Hafnarstaður. Hérna sjáum við punkt sem utan þekju skógræktar og þar af leiðandi ekki í vöktun, en þeir sem eru ferindir, þeir eru innan flatarmáls skráð skóglendis og þar af leiðandi eru þeir inn í vöktunarkerfin okkar. Hér til dæmis nærmynd að einum punkti og hérna hefur verið farið inn í punkti í Hallormsstaðaskógi og hver punktur þarna innan græna hringsins eitt tré. Og þarna sjáum við förum inn í þennan reit og við gerum alls konar mælingar hvert einasta tré á 5 ára fresti í ræktuðum skógi, en inn í birkiskógi að þá förum við og gerum nákvæmlega það sama, en það á 10 ára fresti í náttúrulegu birki og það aðeins öðruvísi úttektin þar, en allavega það gengur þetta svona fyrir sig. Hér sjáum við punktakerfið, alla þá fleti sem eru vaktaðir af Íslenskri skógarúttekt. Úttektin hún kostnaðarsöm, það mikil vinna í hverjum punkti og mikil nákvæmni og vikmörkin hafa verið mjög lág og þetta hefur verið svona tiltölulega nákvæmt.
við ákváðum núna í upphafi árs, í ljósi þess hversu nákvæmt allt hefur verið hjá okkur, að sjá hvort við getum ekki hagrætt og breytt úttektaráætluninni hjá okkur með því að fækka mælifletum. Það er að segja, mælifletirnir eru ennþá til staðar í þessu skólaúttekt, en við ákveðum að sleppa út öðrum hverjum, fækka helming þeim punktum sem við heimsækjum. Þannig náum við aukinni hagkvæmni. Samkvæmt okkar útreikningum að þá eru vikmörkin innan skekkjumarka enga síður og þetta gerur okkur kleift að auka í gagnaöflun og gera þá nákvæmari mælingar þar sem við förum. Fjöldi mæliflata, við kíkjum bara á svona í gegnum tíðina að þá 2005 voru þarna 140 mælifletir heimsóttir sem er svipað og við ætlum að gera nú í ár, 140 mælifletir og sama með, svo bætist inn þetta birkið. Appelsínugulu liturinn, það er í rauninni birki, náttúrulegt birki, fletir sem við erum að hefja núna í nýjum hring 2005 til 2009. En hvað gerum við í þessum mælifletum? Mælifletirnir eru hringlaga, þeir eru akkurat 200 fermetrar með 7,98 metrar radíus. Við förum inn á miðju og finnum nákvæma staðsetningu á miðjunni. Við lýsum aðstæðum í skógarlýsingum, landgerð og alls konar. Við mælum tré, við metum heilbrigði, aldursskiptingu, nálahlutfall og svo leggjum við út reiti, eins og við sjáum þarna, bleikurreitina, þar sem við lýsum gróðurþekju og tökum botngróðursýni og jarðvegssýni. Þetta er samtals 174 atriði sem eru tekin í hverjum einasta punkti ef við á. Og svo sjálfsögðu ef það er sagt já einhvers staðar þá kannski bætast við margir mæli mörg matsatriði í viðbót í feldi. Innan gróðurrammans að þá merkjum við vísitegundir og skoðum þekju og erum þá að skoða alls konar þætti, en áhugavert væri að auka þessa gróðurgreiningu enn frekar til þess að geta aukið okkar vitneskju breytingar á lággróðri sem getur þá verið gott input inn í líffjölbreytni umræður. Hérna hefur verið tekin gróður og jarðvegssýni líka í gegnum tíðina, en þau hafa verið svona aðeins takmörkuð og við höfum ákveðið að breyta þeirri aðferð og bæta inn í meiri jarðvegssýnitöku. Þær viðbætur sem við ætlum að hafa bæta inn í það sem hefur nú þegar verið gerst, við höldum að sjálfsögðu áfram þeim mælingum sem hafa verið planaðar, en við ætlum að auka jarðvegs- og gróðursýnatöku og gera frekari mælingar á jarðvegssýnum og gróðursýnum, og svo langar okkur til þess að fara í rauninni á völdum reitum til að byrja með, í ítarlegri gróðurgreiningar, taka DNA úr jarðvegi til að greina, nota dróna og lítarmælingar í iPhone eða öðrum símum, þar sem hægt er að nýta sér nýjustu tækni til þess að þróa áfram vöktun sem að almenningur getur þá mögulega að tileinka sér seinna meir, og þá er þetta allt gert með bæði nákvæmni og hagkvæmni í huga. Nú ætlar Björn að taka þess við og segja ykkur frá stöðu skógarauðlindarinnar. Takk fyrir.
Hvernig þetta? Þetta var hálsir. Hálsir? Hérna? Já, komið þið sæl. Björn Traustason er ég. Ég ætla þetta að halda eins áfram hér og hérna segja ykkur frá, já, skógarauðlindinni. Við skulum aðeins byrja hérna á byrjuninni. Við erum sem sagt með svona meginmarkmið skógræktar í þremur megintímabilum. Við erum alltaf með þarna til fram að stríði, eftir stríð. Erum við þá með eldifið og það er hérna beitan friðun og skógarleifana. Síðan tekur við sem sagt frá stríði og fram til 1990 sem er náttúrulega svona lykil ár í íslenskri skógrækt. Það er þá gróðursetning og gagnviður og innfluttra tegunda og svo taka við þá fjölnýtjar eftir 1990. Það náttúrulega gerist mjög mikið eftir 1990 og þá náttúrulega hérna eykst flatarmál skóga gríðarlega á hérna og tilkomu ýmissa nýrra verkefna. Og hérna, ég veit ekki hvort ég sjá þetta meðlega en ég útbjó svona smá tímalínu til að aðeins að varpa betur ljós á þetta. Og þetta sýnir það hvernig mælisveitur íslenskrar skógræktar reynir að koma inn eftir ári gróðursetningar innan mæliflota. Þannig að þið sjáu hérna að fyrsti mæliflöturinn, eða elsti mæliflöturinn í úttektinni, hann er birki og hann er gróðursettur 1939, þess að rækta birki. Og á þessum tíma eru hérna þeir aðilar sem í skógrækt, það er skógrækt ríkis og skógræktarfélag fyrst og fremst, þetta er einhver enga skógrækt líka. Og svo 1950 þá er flatarmálið orðið tæplega 400 hektarar og silkagrenni og ýmsar tegundir aðrar bætast við og svona kemur þetta koll að kolli, Fljótsdalsáin byrjar þarna í kringum og upp úr 1970 og það heldur áfram að bætast við nytjaskógur eða bújörðum hefst þarna á 9. áratugnum og svo þarna 1990 að þá einmitt hefst héraðsskógaverkefnið og landgræðsluskógaverkefnið sömuleiðis og þá fer þetta að vaxa töluvert og allar helstu svona þessar tegundir sem við erum að nota í dag eru komnar inn og flatarmálið er komið í 14.000 hektara 95. Landshlutaverkefnin í skógrækt hin sem sagt fyrir utan héraðsskóga hefjast síðan 2000 og hérna þannig að 2005 er flatarmálið komið í 32.000 hektara og síðan er skógræktin stofnuð 2016. Hérna það er svona í kringum 2020 þá er svona þessi kolefnisverkefni farin að ryðja sig til rúms og land og skógur verður til 2024 og síðan getum við séð hérna, við skoðum bara þá hvernig þetta lítur þá út til 2030 nú samkvæmt samþykktri fjármálaáætlun að þá er gert ráð fyrir töluverðri aukningu til ársins 2030. Þannig að við getum sagt að það stendur eftir stjórnvöldum samkvæmt þeim áætlunum sem gerðar eru. Þannig að svo náttúrulega koma ýmis flækjustig inn en finna land og það. En allavega að eins og áætlunin er að þá er gert ráð fyrir töluvert mikið aukningu. Ég gerði nú svona bara skemmtilegt kort til að sýna hver þungamiðja trjátegundir á Íslandi. Aðeins að nefna skógarskrána sem er samkvæmt lögum Land og skógi sem það ber samkvæmt lögum að halda skógarskrá yfir alla skóga landsins og kjarr og að lágmarki á hún að vera með upplýsingar staðsetningu skóga og kjarrs, ytri mörk þeirra, flatarmál, eignarhald og trjátegundir. Nú við erum sem sagt búin að vera með skóglendis vefsjá, allar götur frá 2017 sem er einmitt með þessar upplýsingar
og svo hérna verður kynnt hérna, það nú sennilega á veggspjaldi, þá verður kynnt hérna ný skólendi Svefnsjá, sem sem sagt uppfærð það núna árið 2025. Þannig að hérna síðan erum við með lið hérna undir í lögunum sem eru skógar sem njóta sérstaka verndar. Þetta er atriði sem búið að vera í vinnslu í nokkuð tíma og hérna verið að komast að niðurstöðu í því. Nú, eitt atriði kolefnisforði. Við náttúrulega, eins og Helena kom inn á áðan, þá náttúrulega verið að afla upplýsinga kolefnisforða á hverju einasta ári. Það má sjálfsögðu gera betur í því að birta og við erum auðvitað að vinna alltaf að svona kolefnisforðakorti sem vonandi verður fyrir síðar sem verður hægt að birta. Nú, það skal síðan að uppfæra skrána og birta á minnst 5 ára fresti. Og eins og ég segi, þá uppfærsla núna á skólendi Svefnsjá. Nú, ef við förum aðeins í skilgreiningar á skógi, að þá er svona fyrst og fremst verið að miða við tvenns konar skilgreiningar. Það annars vegar þessi alþjóðlega skilgreining sem FAO skilgreiningin og það sem sem sagt að skógur þar sem hann 5 metrar eða hærri og svo það íslenska skilgreiningin sem 2 metrar. Og við notum hana sem sagt í bókhaldi gróðurs- og lofttegunda fyrir skólendi og svo erum við með þá flokkin annað viðvaxið land eða áður land og þar sem hæð fullvaxta þá undir 5 metrum í sem sagt alþjóðlegu skilgreiningunni en undir 2 metrum í íslensku og þá það sem sagt kjarrið, birkikjarrið sem flokkast þar undir. Og svo sjáum við hérna á súluritunum hérna hvernig þá íslensku skógarnir eru þá samkvæmt FAO hérna lengst til hérna vinstri og svo íslenska skilgreiningi þar við hliðina og svo óður út land þá eða annað viðvaxið land þar til hliðar. Nú, við getum skoðað aðeins þá hvert að því við nú að skoðum hérna skógarauðlindina og hvað hún að gefa af sér. Að ef við skoðum hérna vaxandi viðamagn á Íslandi sem sem sagt ofan jarðar hluti trjánna, þetta sem sagt rúmmál með bergi á lifandi trjám, þar sem þvermáli brjóstæð jaft eða meira en 10 cm og þetta þá stopp trésins, án stupsins og greina en það toppurinn með. Og vaxandi viðamagn skiptist niður á 3 kjarnasvæði, getum við sagt. Og það í fyrsta lagi Austurlandið, Norðurlandið og Suðvesturlandið. Hér megnið af þessu vaxandi viðamagni sem hérna að stórum hluta nýtilegt og sem við munum sjá betur og eftir. Nú ef við berum okkur saman við önnur lönd að þá sjáum við að í stóra samhenginu sjáumst við ekki en þegar við tökum hérna svona þá sem eru neðstir á listanum að þá erum við svona aðeins fyrir einhver stað fyrir neðan miðju og við erum með 1 milljón rúmmetra og erum einhver stað á svipuðum stað og Jómfrú svolítið minna en Liechtenstein. Þannig að hérna að við erum, það verður kannski ekki sagt ef við séum stór skógræktarþjóð en við hugsum stórt. Hérna, ef við berum saman trjátegundir, þá þetta svolítið skemmtilegt. Þetta sem sagt vaxandi rúmmál og þá sjáum við að þessar, við erum með þessar 5 helstu trjátegundir í skógrækt sem rússa, síbjörki, stafurra, sitkagrenni og bastarur, alaskaösp og birki og við sjáum að þessar 4 fyrst nefndu að þær eru að gefa megnið af þessu vaxandi rúmmáli og þar af rússa og síbjörki ekki mest og það náttúrulega mest af því hér slóðir. Nú svo stafurra, sitkagrenni og svipað og alaskaösp aðeins minna. Nú ef við skoðum síðan flatamál á móti, þetta þess að flatamál skóga sem nær 5 metrum fullvaxta, þá sjáum við að birkið stærsti hlutin af því
og þannig að birkið töluvert mikið flatamál en gefur minna vaxandi rúmmál en hinar tegundirnar, við sjáum að lerkið er 21% og svo stafura 13 og grenið 12. Nú, ef við förum aðeins í skóga sem eru tiltækir til viðaröflunar, þetta heitir Forest Available for Wood Supply upp á enskuna, og þetta eitthvað sem við höfum verið að skrá í íslenskri skógarúttekt í nokkuð mörg ár, þar sem við getum skoðað eru skógarnir tiltækir eða ekki og þá hvaða takmarkanir eru þar sem komu veg fyrir að séu mögulegir til viðanýtja. Og þeir geta verið umhverfisþættir, þeir geta verið hagrænir eða félagslegir. Og við skoðum aðeins tegundirnar, þá sjáum við að tiltækt viðamagn sem sagt tæplega 900.000 rúmmetrar og hæsta hlutfallið á tiltæku viðamagni í lerkinu sem 98%. Það langmest af lerkinu er tiltækt til nytja og svo sjáum við tegundar hverja annarri og þetta sem sagt aðrar tegundir, það eru sem sagt aðrar heldur en þessar 6 sem við sjáum þarna á listanum og það þessar 5 helstu tegundir í skógrækt auk rauðgrenis og þar það 67%. Svo sjáum við kortið, þar hef ég tekið hitakort saman yfir hvar tiltækt viðamagn liggur á landinu. Nú, þá náttúrulega förum við í nýjastu tækni og vísindi í mati á skógarauðlundinni og þetta eru myndir sem ég auðvitað teiknaði og með aðstoð einhverja á vefnum og það ýmislegt að gerast í þessum málum. Núna bara í fyrra að þá fór Meta, það að segja móðurfélag Facebook í það ásamt World Resource Institute að útbúa skógarkort yfir allan heiminn sem sýnir þekju skóga og það hægt að skoða hvert og eitt tré í þessu líkani og hvert og eitt tré fær sitt hæðargildi. Þetta 1 metra upplausn, þetta náttúrulega algjörlega bílugögn og þarna sjáum við Amazon svæðið og gögnin og líkanið, þetta allt aðgengilegt á vefnum, þannig að við getum tekið gögn eða líkanið og gögnin og aðlaga þetta íslenskum aðstæðum. Þetta það langbesta sem við höfum séð svona frá þriðja aðila nokkuð tíman og sjáum við Hallormsstaðaskóg og nágrenni. Nú, hér getum við séð svona í návígi hvernig gervigreindin og þetta líkan metur öskjuhlíðar skóginn og þið sjáu bara fyrir við bílastæðin á milli skjólbelting hvernig hún nær þessu öllu saman. Þetta náttúrulega algjörlega mögnu gögn og sjáum við Hamrahlíðarskóg, Skógræktarfélags Mosberg, sjáum við þetta í Google Earth, þarna búið að setja skóginn upp í þrívít, þetta bara sem aðgengilegt á vefnum og þarna sjáum við kortlæningun okkar þar til hliðsjónar. Nú, fyrir nokkrum árum fórum við Lárus í mælingar og Svarmi fór síðan í lítarmælingar og úr því var samanburður á hefðbundnum aðferðum og lítardrónamælingum í skógmælingum í Fljótsdalnum og þetta var rannsókn styrkt af framleiðinu sem landbúnaðarins, þessu lauk 2020 og var samstarfsverkefni Skógræktarinnar Svarma og LSE. Mjög skemmtilegt verkefni og úr því kom ýmislegt og þéttleiki trjáa, hæðtrjáa, lífmassi í trjám, lífmassi við svæði og helstu niðurstöður eru hér. Drónaaðferðin ofmat lífmassan í gamla skóginum en vanmatinn í þétta en að meðaltali var lífmassa, heildarlífmassi mjög svipaður og sama með fjöldatrjáa
að það var svona eitthvað vanmat þar en engu að síður raun og veru þetta var mjög skemmtileg rannsókn og sýndi að drónatæknin að koma alveg á fullri ferð inn í þetta. Nú, Orb fyrirtæki sem við erum búin að vera í sambandi við, samstarfi við hjá Land og skógi. Þetta sprotafyrirtæki sem að nota smáforrit og búin að vera að hanna smáforrit í síma, í Android síma og það hægt að nota þetta smáforrit til þess að reikna út kolinsbindingu í skógarreitum. Og það hægt að sjá vöxt trjána, lögun þeirra, laufþekju tegundir, þetta eru þættir sem verið að stefna að geta metið og það rauninni Rannís rannsókn í undirbúningi til þess að í samstarfi við Logs til þess að meta þessa þætti en þetta app sem sagt komið á fulla ferð og við sjáum hérna skjáskot út úr því. Það hægt að nýta fjarkönnunargögn með þessu og síðan stefnan að það verið hægt að vera með sjálfvirka skýrslugerð og þetta geti nýst skógareigendum og öðrum aðilum sem þurfa að geta fengið upplýsingar úr skógunum. Nú síðan það verkefni Pathfinder sem Evrópusambandsverkefni og við erum Íslandi þáttakendi því. Það eru ýmis atriði þar undir. Nú hvernig þá best að stjórna skógum í Evrópu á tímum loftslagsbreytinga, gera nákvæmara mat á loftslagsbókandi skóga, samþætta úttektargögn og fjarkönnunargögn, gera nákvæmara mat á ýmsum þáttum skóganna og meðal annars verið að miða við kröfur LULUCF og það eru svona nokkur atriði sem verið að leggja áherslu á það séu gerða sviðsmyndir fyrir skóga framtíðarinnar. Þarna verður til gagnagátt fyrir skóga Evrópu, staðlaðar aðferðir við skógmælingar, við mati á kolefnishorf og líffræðibragðbúin og þáttöku aðferði við hönnun á ýmsum leiðum til skógarstjórnunar. Þetta síðasta glæran. Það sem sagt gert ráð fyrir að gróðursetningar aukist á jafnt og þétt samkvæmt samþykktri fjármálaáætlun Alþingis. Þetta ekki raunmynd en svolítið mikið finnst mér á hálendinu en svona sér gervigreindin og kolefnisbinding skóganna, hún veruleg og mun aukast áfram og það hægt að nýta skóganna mun betur en gert Það eru miklu möguleikar í vöktun og kortlæningu og við segjum bara framtíðin björt. Takk fyrir. Kæra þakkir Helena, Marta og Björn. Ég ætla ekkert að kvarta við því ef við séum eitthvað komið fram með tíman. Það er bara að hafa það og ég ætla að halda mig við það að bjóða upp á eina eða tvær spurningar til þeirra, svona stuttar og hnitmiðaðar. Þór skógarvörður hér með mikrofón sem hann stekkur með ef ykkur réttir upp hönd og þarna komin einu hönd og ég vil bara biðja ykkur að segja til nafns. Og gjörið svo vel. Já, góðan daginn. Ég heiti Þorsteinn Pétursson, formaður félags skógarbænda á Austurlandi. Spurningin snýst nú eiginlega bara það hvenær þessi lagagrein verður uppfælt skógar að við fáum skógarskrána birta þannig að við skógarbændur getum farið að nýta okkur þetta því það virðast allir aðrir fá upplýsingar en við sem eigum skógana. Já, ég fór nú aðeins yfir þetta í erindinu. Þar sem ég fór yfir lagagreinina sem satt í lögunum. Við getum alveg skoða hann aftur ef þú vilt. Já. Hún tók gildi fyrir tæplega 6 árum. Því áttu að vera búin að uppfæra hana 5 árum síðar að hún tók gildi og spurningin bara hvað í veginum? Þetta að fá eitthvað út úr þessari skrá eða hvernig staðan? Já, staðan svo að við erum búin að vera með vefsjá
yfir skóglendi á landinu síðan 2017. Hún búin að vera aðgengileg almenningi. Það upplýsingar skógategundir. Það skógunum, þar getum við gert betur. Sem sagt, skógar sem njóta sérstaklega verndar, þeir eru ekki þarna inni, en við erum klárlega með hluta af því sem er rætt í greininni. Ég ætla nú bara að segja það, auðvitað getum við gert betur þarna. Ég bara segja það Halló. Ég held að við verðum bara að taka þennan mikrofón úr umferð, það er bara þannig. Þá er það næsti frummælandi, það er hann Birgir Snær Fannarsson sem er lögfræðingur LOGS og staðgengill forstöðumanns og hann er líka formaður sérstaks stýrihóp sem við settum á laggirnar til að halda utan verkefnið gæðaviðmið í val á landi til skógræktar. Er þar með, hann segir ykkur betur frá því og hann ætlar að flytja erindi sem hann kallar sveitarfélag, skipulagsmál og skógrækt. Gjörðu svo en Birgir. Já, ég heiti sem sagt Birgir Snær Fannarsson eins og kom hérna fram og er starfsmaður þessarar 15 mánaða gömlu stofnunar sem heitir Land og skógur og er svona að vinna í því að slíta sínum barnsskóm og fóta sig í nýjum veruleika sameinarar landgræðslu og skógræktar. Nú, ég er sem sagt lögfræðingur og lögmaður og staðgengill forstöðumanns eins og hérna kom fram, þannig ég ætla að vanda mig eins og ég get svo ég fái þessar mínútur hérna sem ég var útlutað. En sem sagt áður undir sameiningarnar kom þá vann ég árabil hjá landgræðslunni og var þar flestum hnútum kunnugur og hef þá verið svona að reyna eftir fremsta megni að sem sagt fóta mig í skógræktartengdum málefnum síðustu mánuði. Jú, réttarglærur. Ég ætla sem sagt að flytja hérna erindi sem að skipuleggjendur ráðstefnurnar ákváðu að kalla sveitarfélög, skipulagsmál og skógrækt, ný gæðaviðmið val á landi til skógræktar. Ég veit vissulega eitthvað séns á að breyta nafninu, svo sem engan sérstakann ástæðu til þess. Þeir hafa svo sem, það er auðvitað innihaldið sem skiptir máli en ekki yfirskriftin. En hún verði svona þokkalega í samræmi við þetta þó. En það er sem sagt þannig að einn daginn, ég ætla að giska svona í miðjan janúar, hafði sambandið mig fulltrúi í undirbúningsnefnd ráðstefnunnar og ég heyri reglulega í þessum fulltrúa og oftar en ekki verið að ræða svona ykkur lögfræðitengd málefni og vesen þess og þess dags. En mér alveg óvörum þennan daginn var hún að fá mig til að flytja erindi á fararstefnu í skógrækt. Við bránu aðeins, ég get sagt ykkur það. Ég ætla ekki að segja á dauða mínum að ég átt von, ég átti kannski ekki von á því en þetta veit maður aldrei. En fyrir nokkur misserum hefði ég alveg skemmtileg að ég ykkur ætlaði að fá mig til að flytja lært erindi á faglegri ráðstefnu eins og þessari. En ég lagði svo sem ekkert niður öll vopn, upplýsti að það væru 3 doktorar að vinna með mér að þessu og þeir vissu miklu meira. En það voru allavega öll vopn slegin úr mínum höndum þegar að svarið var í rauninni, já ég veit að þú veist langt minnst og þess vegna fáum við til að flytja þetta erindi. Og þar með það ákveðið og hér er ég komin. En hvað er það? Hver er þessi gæðaviðmið? Af hverju eru þau sett og fyrir hvern? Ég ætla sem sagt bara hérna í þessum fyrirlestri svo það komi strax fram að leggja áherslu á í rauninni af hverju er verið að þessu og hérna þó ég vissulega nefni að einhverju liti gæðaviðmið sjálf þá er þetta sem sagt aðalega vegferðin, af hverju erum við að þessu. Og fyrir það fyrsta er rétt að segja að þau eru ekki útgefin, þau eru ekki tilbúin, þau eru í vinnslu, en vinslan er vissulega töluvert á veg komin.
Nú, svo verður þið líka reyndar að fyrirgefa þetta PowerPoint show eftir PowerPoint show sem var áðan. Sko, þið munið ekki vera með höguna í gólfinu yfir grafíkinni eins og áðan. Þetta bara svona gamaldags eins og var hérna í árdaga PowerPoint. En allt í lagi aftur, sko, þetta bara eins og í lífinu sjálfu, það er efnislegt innihald en ekki í útlitið. Nú, byrjum aðeins á byrjunni. Það allavega þannig að við mitt árið 2022 gaf matvælaráðuneytið út stefnu og framtíðarsýn landgræðslu og skógræktar til ársins 2031. Land og líf. Það hérna vinstra megin held ég frá ykkur séð. Og hún var sem sagt gefin út þessi áætlun í samræmi við bæði lög um landgræðslu og lög um skóg og skógrækt. Og ég hvet þau ykkar sem er að lesa þetta til að gera það og þau sem eru búin að lesa þetta, lesið þetta aftur. Því að þið sjáu, eða ég allavega sé alltaf eitthvað svona nýtt í hver skipti sem ég gluggi þetta. Nú, svo samhliða var gefin út áætlunin, hún er þarna hægra megin frá okkur síðan, sem sagt aðgerðaráætlunin. Hún er til 5 ára, 22-26, enda stóra stefnan oft svolítið svona almennt orðið og er rétt að fá þetta niðurbrotið. Nú, hér er sennilega leiðilegasta glæran, en hún er sem sagt í rauninni þessi gæðaviðmið eru þarna í kafla 2 og yfirskrift kafla 2 er að það efla og vernda líffræðilega fjölbreytni og takmarka rast vistkerfa af völdum aðgerða á sviði landgræðslu, skógræktar og við endurheimt votlendis og gróðurleifa. Og sem sagt þetta 2-3 er þessi ný gæðaviðmið sem við erum að ræða hér og yfirskriftin á því, ég þarf að láta nægja að lesa bara yfirskriftina. Ég ætlaði að lesa þetta allt en í ljósi þess að svona við byrjuðum á ávarpum sem voru ekki inn á planinu að mér sýndist og ætla ég svona fyrir utan það að það er ekki gott sjónvarp að lesa upp á glærum og ætla ég svo sem að láta mig nægja að lesa hérna yfirskriftina af þessu. En þess að það er aðgerðin felur í sér að þróa og innleiða ný gæðaviðmið við val á landi til skógræktar. Í gæðaviðmiðum skal sérstaklega gerð grein fyrir forsendu fyrir vali á landi til skógræktar með tilliti til náttúruverndar, minjaverndar og landslags. Þó ég ætla ekki að lesa lýsinguna sjálfa, það er það nú samt þannig að maður lesa hann í gegn og þá segir maður bara ha. Svo lesum maður hann aftur og þá segir maður aftur ha og svo er þetta að halda því vel áfram en svo einhvern veginn verður maður bara að byrja og hérna fikra sig áfram. En einfalt ekki sagt ætlaði ég að segja því ég væri búin að lesa þetta. En ábyrgð á þessu verkefni hvíldi allavega á skógræktinni, núna landi og skógi og samstarfsaðilar eru allnokkrir. Náttúrufræðistofnun, Landbúnaðarháskólinn, Háskólinn, Minjastofnun, Skipulagsstofnun. Fækkaði um einn þegar að Landgræðslan sameinaðist skógræktinni eða öfugt. Þannig að þar með var það samráð á sögunni. En hvar erum við stödd? Jú, fyrir það fyrsta, það er árið 2025. Munið 2023-2024 átti þetta að gerast. Matvælaráðuneytið óskaði sem sagt eftir því núna á haustmánuðum að fá upplýsingar stöðu þessa mála enda þá langt liðið á árið 2024. Þá sem betur fyrr lá fyrir allnokkur vinna sem hafði verið sett í þetta hjá skógræktinni Sálaugu en þegar hann nær dró sameiningu og fyrst eftir hana þá sennilega bara á íslensku þá bara lenti þetta aðeins neðar og var ekki hérna, það aðeins neðar í bunkanum og hérna, en þráðurinn var sem sagt tekinn upp og skipaður starfshópur á forstöðumönnunum Lands og skógar. Hver hafði það hlutverk? Jú, bara að koma út þessum gæðaviðmiðum. Og ég sem betur fyrir ekki einn í þessu. Það eru sem sagt í þessum starfshópi með mér hérna Bryndís Marteinsdóttir, hún er blöndu vistfræðingur og sviðsstjóri í sjálfbæra landnýtingar. Ég held hún sé að vinna niður sumafríið sitt, þannig að hún er ekki hérna í bestu veit. Brynjar Skúlason, ég sá hann þarna aftarlega. Hann er skógfræðingur og sviðsstjóri í rannsóknar og þróunar hjá Land og skógi. Og svo er það sá sem hefur kannski komið mest af skrifunum, hann er ekki formulega í hópnum, en hann er kannski svona dúerinn í hópnum. Páll Sigurðsson, hann situr þarna út í horni og fylgist grannt með. En áður en lengra er haldið, af hverju erum við að vinna þetta? Jú, eins og
kom einhverju leyti hérna inn á áðan og hefði komið svona betur fram ef ég hefði rennt yfir lýsinguna á verkefninu, þá þetta svona ýmisatriði sem að kalla á þetta og það að taka tillit til náttúru og minjaverndar og landslags- og fuglastofna, líffræðilega fjölbreytni og verðmætt landbúnaðarland og hver eru samfélagslega verðmætt í skógræktinni og þetta mjög yfirgripsmikið. En svo líka hægt að einfalda þetta og skoða bara internetið og við þekkjum þetta öll og þetta bara akkurat, það alveg sagt að segja við séum aðeins vel út af þessu að ég vil líta þannig á það. Hvenær á eiginlega stöðva þetta skógræktarbrjálæði? Árás á landið. Skógarveitaskjól sem margt fólk sækist eftir. Einhver takmark hljóta að vera á fórnarkostnaðum í því sambandi. Má ég frekar biðja hressandi sunnlenskt slagveður, verndum hið opna landslag. Það þarf að afrugla þessa ruglutála. Ég ekkert að búa þetta til og þetta ekki mínar skoðanir, sko. Bara, ég held að séum alveg að sagða þessu út af þessu. Já, ég aðeins koma fram á mér. Sjá að svona glinsinn í næstu glæru. En sko, málið þetta fólk má auðvitað hafa sína skoðanir á skógrækt, þó það nú væri. Ekki allir ég að missa svefni við því, frekar bara að flokkið þetta að kjósa í næstu alþingiskosningum eða lausaganga katta í þéttbýli eða því ég keyrði vörubíl einu sinni bara hvaða vörubílategundir skást. En það bara ekki boðlegt að það fari alltaf allt á hliðina, aftur og aftur, yfir því að fólk telji skógrækt of mikla eða of litla, eða of mikið fyrir vesturná, eða of mikið fyrir austaná, eða bara hér og hvar. Ég gerir mig sannarlega ekki vonir að breyta skoðunum fólks og að minnstakosti síst þeirra sem hafa verið leiðandi í umræðinu á sitt hvorum ásnum, annars vegar þá þeir sem að vilja meiri skóg allstaðar og hvaða forsendur sem og hins vegar þeirra sem vilja mestarlega eina birkiblönd. Þó vonir við það í alvörunni að ef það tekst vel til með að setja þessi gæðavið með bara góðu samráði og þá megi allavega vísa til þess að skógrækt hér og hvar sé þó allavega í samræmi við þessi gæðavinni sem hafa hlutið víðtækt samráð og bara töluverða sátt. En við erum sem sagt komin töluvert bara langt frá því í þessum efnum sem einhvern tímann hefur verið kallað þá bara ungmennafélagsandinn. Eitthvað af mínum ættingjum og hefur verið í skógræktarfélögum hér og hvar og það var svona bara dugnaði og elju og hugsjón, sjálfboðalega starf held ég, í anda ungmennafélagsandana og sem sagt þegar ég var að skrifa þetta erindi þá myndi ég fekk gefins bók, ég lagði eitthvað aðeins til í þessa bók, hún kom út 2008 ungmennafélagið Heklu. Hekla mikla fjall á Rangárvöllum sem að sést þarna á forsíðunni. En ég sem sagt Hellubúinn keypti undir merkjum þessa félags hérna á mínum yngri árum og það var bara gaman að glugga í þetta og það má sjá svona að ungmennafélagið var einmitt í því fyrstu verkefni ungmennafélagsins Heklu voru að tryggja sig tvær eyjar í Rangá sem þið sjáu þarna fyrir miðri mynd sem að heita annarkvort Geldingalækjaeyjar eða Snjallsteinshöfðaeyjar, það var eftir því ákveðnum bakkanum í standið. Það var sennilega eini staður sem var friður fyrir sauðfénu. Þarna eru líka, kemur fram í bókinni að árið 1930 var mikil umræða að ganga í þá félag sem að var nýstofnað eða átt að fara að stofna Skógræktarfélag Íslands og á bilinu 1957 til 67 voru helstu verkefnin sneru bara skógrækt á þessu ungmennafélagi sem og örugglega bara mörgum öðrum. En nú öldin önnur, ungmennafélagsandinn ágætur en hann dugir ekki til einn og sér. Við þurfum gæðaviðmið. Nú hef ég þá lýst aðdraganda gæðaviðmiðana svona eins og hann snýra mér og kannski rétt svona í restina að segja nokkur orð gæðaviðmið sjálf. Fyrst auðvitað að segja, eins og ég sagði áðan, þau í vinnslu. Við fengum mikið í síðustu viku og
í þessari viku meira sem við verðum að fá athugasemdir frá fagstofnunum. En þessi gæðaviðmiðinu eru allavega í öllu falli og það er kannski gott fyrir þá sem að hér sitja að fá að heyra að þau eru auðvitað ekkert nýr sannleikur á öllu leyti, alls ekki. Ég er hvorki svo vitlaus, einstrengingslegur eða hrókafullur eða hvað við að halda, eða hvað við að nefna það segja, að halda að þetta sé bara að skógrækt á Íslandi hafa verið gerð bara einhvern veginn. Bara svona, auðvitað ekki. Það er örugglega að byrja bara í grárri forneskju, fara yfir einhverjar kríteríur hvað er rækta skóg og hvað er ekki. En ég tók hérna, í rauninni 2 þætti skulum við kalla það, annars vegar var hérna, nú ekki með ártalið á því en það var allavega gefið út eitthvað sem hét skógrækt í sátt við umhverfið fyrir allnokkrum árum. Og mér þykir þessar leiðbeiningar reynda bara allgóðar og bara ágætar. Í stuttu máli var landflokkað í ABC, gult, rautt, grænt. Þar sem að rauði flokkurinn þýddi í rauninni land sem almennt skildi ekki taka til skógræktar og guli flokkurinn land þar sem skógrækt væri háð sérstökum skilyrðum og í græna flokkinn féll þá land sem væri nú svona frekar álitlegt til skógræktar. Og eins má nefna hérna hægra megin 3. viðauka reglugerðar frá 2015 sem að byggir svona á svipuðu systemi ABC. Gott, ekki svona aðeins lakara en kannski nógu gott og það sem er best. En og þá erum við komin að gæðaviðmiðunum sem að kallast á einmitt ný gæðaviðmið vegna þess að þau byggja á meðal annars þessu. Og ég vil benda á sem sagt að því ég mun ekkert fara yfir þetta hérna alveg lið fyrir lið, nota tækifærið eins og Björn Traustason gerði áðan og benda hérna á veggspjöld sem að hann gerir hérna uppi. Páll Sigurðsson vann það, túrinn í hópnum munið. Þar eru tekið saman helsti atriði sem við sjáum fyrir okkur að breytist með nýjum gæðaviðmiðum. Það er frá þeim reglum sem hingað til hefur verið unnið eftir sem og ýmislegt annað fróðlegt sett upp á smekklegan og bráðskemmtilegan hátt. En munum samt fyrirvaran, þetta er verk í vinnslu. En hvernig sjáum við þessi nýju gæðaviðmið fyrir okkur? Eins og þetta er núna sett upp, þá er þetta matslisti, sem sagt 31 liður, matsliður eða matsþáttur eru tekið til skoðunar vegna skógræktaráforma á hverjum stað. Þessir matsþættir geta auðvitað verið fleiri eða færri. Það er þetta sameina eða splitta upp og það er búið að gera það í ferlinu og einhverjum tímapunkti voru þeir 52, nú voru þeir 31. Það hefði vissulega verið mjög gaman að hafa þetta bara jafnmarga liði og spilin í spilastoknum. Má geta kalla bara jarðveg, hjartagosan og ára vött, bara tígul tvist eða eitthvað. En nema einhverjar mikla breytinga verið þá verður þetta nær 30 en 50 liðum. Nú gæðaviðmiðum er líka ætlað að vera altæk í þeim skilningi að þeim á beita á hvaða skógræktaráform sem er. Það er markmið skógræktaráformanna skiptir ekki máli í því sambandi. Þó skógar getur vissulega fengið mismunandi niðurstöðu út matinu sjálfu eftir stærð þeirra, gerð eða öðrum þáttum er snúa að skógræktaráformum sjálfum. Niðurstöðu matsins getur þannig verið ólíkar eftir því hver markmiðin eru með skógræktinni, tegundum sem fyrirhugað er að nota staðsetningu hins fyrirhugað skógar og svo framvegis. Þannig er rauninni mikilvægt að skógræktin sé strax á fyrstu stigum skipulögð sem allra best. En hvaða þættir verða svo á matslistanum? Í þessum draugum sem við erum með, eins og kemur hann fram, er 31 matsþáttur í 8 yfirköflum. Við fetum okkur í gegnum listan, í gegnum hvert og eitt atriði og listin er settur upp eins og einkunnakerfi, ekkert óáþekkt í sem ég var að lýsa áðan, gult, rautt, grænt, við erum með svona brosandi kall, kall í engu skapi, fílukall eða konu, eða svona broskallar heitir þetta. Og það eru fyrirframgefnir
fílukallar stundum. Það þá það sem að skógrækt í rauninni bara ólögleg eða bara mjög óæskileg. En þetta snýst meira en það. Það væri ekkert sérstaklega merkileg gæðaviðmið sem myndu snúa því að finna út hvar væri ólöglegt að rækta skóg. Það myndi heita sennilega eitthvað annað, bara yfirlit yfir lögmæti skógræktar áforma. Við erum ekki þar. En gæðaviðmiðin eru sem sagt að nokkur hluta byggð á mati á áætluðum áhrifum skógarins og með þessu samræmda mati sem ég er að reyna að lýsa, öll skógræktar áform metin eftir sama kerfi og sömu forsendum, allavega mín von að fagstofnanir þær sem málið varða, landeigendur og skipulagsyfirvöld hafi enn fastara land undir fótum en verið hefur til að taka ákvarðanir fyrirhuguð skógræktaráform. Hérna sem sagt listinn og hann svolítið skringilega uppsettur. Þetta á að vera og verður þegar það tilkemur í svona samfellu, sem sagt lóðrétt en ekki lárétt. Ég seti þetta svona upp til að setja þetta hérna, það kemist á glæruna. En já, það geta horta á þetta í 10 mínútur, það ekki það sem að nei, ég segi svona. En það sem þarna litað, það í rauninni, það þýðir þá að hérna skógrækt þar, við förum ekki skógræktar, við förum ekki skógrækt á fornleifum. Skógrækt ekki á brunnsvæðum vatnsbóla, skógrækt ekki á vegum landsins. Aðrir þættir eru matskenndari og þá kemur í rauninni, og þetta kemur á plakatinu líka, þannig að ekki það örvænta, lesum það. En þá kemur í rauninni að síðasta hluta erindis míns, af því að það verður að horfa hérna á mig. Hvernig getur þetta haft áhrif á skógrækt til framtíðar? Jú, þetta lítur að hafa áhrif á skógrækt lands og skógar. Bæði þá skógrækt sem að við stundum sjálf á ríkislöndum, sem og þá allmiklu tilstyrktu skógrækt. Það eru milljónir, það eru hundruð milljóna að fara í gegnum kerfi lands og skógar. Við hljótum á endanum að gera þá kröfu að hvortveggja þessi verkefna standist gæðaviðmið. Það lítur að vera að lágmarki. Nú önnur skógræktar áform, ég nefni hérna kannski Gunnlaugur kemur hérna eftir mér og tala íslenskan skógræktarstaðal. Þetta lítur á endanum að þurfa að tala saman. Ég bara gerir ráð fyrir því. Þannig að svona önnur stórtæk skógrækt á Íslandi taki með þessu. Og svo held ég að þetta geta orðið grundvallar gagn fyrir sveitarfélög þegar kemur að því að gefa út framkvæmdaleyfi. Og það enda sérstaklega tekið fram í lýsingunni í Land og Líf að þetta eigi að fylgja framkvæmdaleyfis umsóknum. Það kemur sjálfsagt hvergi fram í lögum að reglugerðum. Kannski gerist það einhvern tíma síðar. En hérna við þetta vitum að sveitarfélög eru mjög misvel í stakk búin til þess að taka ákvarðanir í svona málum. Og ef þeir eru með svona samræmt kerfi, það borið saman innan sveitafélags, milli sveitafélaga. Ég bara gerir ráð fyrir því að þetta verði grundvallar gagn og ég veit að það ætlast til þess. Og það svoleiðis að þegar það sótt framkvæmdaleyfi, þá hægt að biðja einhverjar afstöðumyndir og hönnunargögn og lýsingu á framkvæmdinni og þetta getur örugglega miklu betur en ég álit skipulagsstofnun umhverfismat eða ákvörðun matskyldu og hvað þetta nú allt heitir, fyrirliggjandi samþykktir og leyfi annarra leyfisveitanda, þetta var allt að fylgja. Og svo bara hérna opin grein, aðrar upplýsingar og gögn sem leyfisveitandi telur þörf fyrir. Það leyfa mér að ætla að þegar þetta verður komið í funksjón, þá verður þetta eitt af þeim gögnum. Það leyfa mér að trúa því. Síðasta glæran, samandregið, ég held að taka dálítið djúpt í árinni hvaða hérna áhrif ég held eða öllu vona að þessi gæðaviðmið muni hafa. Ég bara ætla að vona að þetta muni róa eitthvað öldurnar og samræma landvald til skógræktar. Þá ég þetta að vísa til þessara tilvitnana þarna sem ég setti hérna í algjöru dæmaskinni upp á eina slæðinu. Það eru þetta miklu fleiri. Það eru líka þetta til sem þetta verður góð komment. Ég var ekki með þau, ég hefði átt að vera með glæri með því. En hérna, ég vona þetta rói öldurnar
Og ég held að þetta beini opinberu fér til skógræktar á þeim svæðum eða stöðum sem falla einmitt best til skógræktar eftir gæðaviðmiðunum. Og önnur stórtækt skógrækt, við erum auðvitað með þessa einkafjármagnið að koma á síðustu árum miklu sterkar inn í og það sjálfsagt mikið óunnið þar, en ég bara trúi því að sú skógrækt muni fara eftir þessum nýju gæðaviðmiðum. Og síðast en ekki síst að einmitt sveitafélög á Íslandi hafi traust eða allavega traustara land undir fótum en verið hefur þegar fjallað verður skógræktaráform á einstökum stöðum. Takk fyrir. Kæra þakkir Birkir Snær. Við gefum færi á einn eða tveimur spurningum ef að þið eru með auðvitað síðan plaggat og svo þetta ræða þetta betur seinni í dag, en hérna er ein spurning. Já, fundarstjóri og góði gestir, Hilmar Gunnlaugsson heiti ég og er einn stofnenda og framkvæmdastjóri hjá Yggdrasil Carbon. Og vildum bara svona segja, ég ætla að það væri nú efni í annan fyrirlestur að tala ýmislegt af því sem þú nefndir og kannski var ekki síst beint til okkar. En bara að sjálfsögðu það svo að þeir sem eru að leitast við að fóta sig í þessu sem einkaaðilar og með einkafjármagn fagna allir svona vinnu. Og það er okkur gríðarlega mikilvægt og skiptir miklu máli varðandi vottun. En það sem ég svona saknaði kannski aðeins frá þér og langaði þess að bara spyrja þig, að það er þetta með skipulagsmálum. Við sjáum það bara í dag að það er augljóslega alda í gangi, það sem sveitafélög eru að setja inn í aðalskipulag, miklar þrengingar við skógræktarverk. Og þetta er bara kostnaður, að mínu mati á þetta geta felið sér vandari vinnu heldur en í framkvæmdaleyfis umsókn, að menn eiga auðvitað að vanda sig þar. Og mér langaði þess að bara spyrja þig, telur einhverja möguleika á því að sveitafélög kannski hafi þá meira sjálfstraust í að leyfa stærri verkefni án breytinga á aðalskipulagi þegar að svona gæðaviðmið eru komin og eru þeim aðgengileg? Takk kærlega fyrir góða spurningu. Ég held að svarið sé alveg absolutt já. Ég held að með þessu og ef þetta fær niðurstaðan úr þessu verður ásættanleg sem ég trúi og búin að fá rýni og búin að taka tillit til gagnrýni hér og hvar og breyta og bæta, þá held ég alveg absolutt að sveitafélög hafi bara ættu að hafa bara miklu meira sjálfstraust til að segja af eða á. Bæði já og nei. Bara absolutt, það er mín skoðun á því og ég bara mín von. Takk fyrir. Er ein annar spurning? Þarna já. Já, Skúli Björnsson heiti ég og kem frá Sofíu Frænku EHF. Ein spurning stutt og örugglega stutt svar. Hafa landeigendur komið að þessu þá með hliðsjón til eignarréttar? Sem sagt, þetta var í smíðum, hefur verið í smíðum innanhús. Fyrsta ránd á því var svona valið innanhúsrýni. Næsta ránd á því var að fá nákvæmlega þá aðila sem að í Land og Líf eru tilteknir sem samstarfs- og hagsmunaaðilar. Það er í gangi bara as we speak, eins og segjum að góður íslensku. Þriðji fasinn í því þegar við erum búin að í rauninni gera þetta þannig að við teljum þetta að vera ásættanlegt til að kynna þetta opið. Það hefur ekki verið það endilega hingað til. Við erum að reyna að gera þetta þannig að þetta verði ásættanlegt til kynningar meðlans fyrir landeigendum auðvitað, sem er eiginlega næstu kannski ásamt sveitafélög, aðal fólkið sem þarf að hafa á þessu skoðun.
næsti fasi á því og hann óútfærður. Það lítur að vera að tala við bara alla sem vilja hafa á þessu skoðun, meðal annars þig. Já, takk fyrir þetta, Birkir Snær, mikilvægt mál og við gefum honum gott klapp og ræðum þetta áfram hér í okkar hóp. Ég ætla bara að minna á það eða benda á það að það eru tvö fyrirtæki hérna á staðnum sem að kynna sína vörur og það Vorviður annars vegar sem hérna í salnum hérna innaf, þannig að þið getið kíkt á þau svona þegar færi gefst og síðan erum við líka með tandrabretti sem með gám hérna fyrir utan og það hægt að koma þar við í hádeginu til dæmis og skoða hjá Magnúsi og þeim. En þá komið að næsta fyrirlestri og það Gunnlaugur Guðjónsson sem sviðsstjóri gagnamiðlunar og nýsköpunar hjá LOX og hann ætlar að fara hér yfir vinnu sem ekki síður mikilvæg sem íslensku staðall eða staðall fyrir íslenska skógrækt, sjálfbæra skógrækt. Gjörðu svo vel Gunnlaugur. Hvernig þetta? Ég verð að anda á meðan. Prófum þetta. Kæru félagar, ég ætla að fara yfir vinnu sem hefur í gangi núna síðan haustið 23 og skulum bara skella okkur í þetta. Verkefnið heitir Stað fyrir sjálfbæra skógrækt og það fjölmargir komið að þessu en ég stilli nú hérna upp á Sakabekkin Úlfi Óskarsinni og Pétur Halldórsinni sem hafa verið hvað mest með mér í þessu en auðvitað margir fleiri og þeir vita hvað þeir eru. En já, ég heiti Gunnlaugur Guðjónsson og sviðsstjóri hjá Land og skógur. Ég ætla að fara aðeins yfir bara staðla almennt, það yfirlit yfir staðla að skógræktargeirinn mjög staðlaður og vinnur mikið eftir stöðlum, bara kannski ekki endilega úeinlega það hérna hjá okkur en út allan heim og það þekkja flestir og örugglega betur ég. Þessi staðlar hafa það markmið að efla sjálfbæra stjórnun umhverfis og auðlinda og má skipta í stjórnkerfisstaðla og árangursmiðaða staðla og þetta kemur helst við skógstjórnun, timburvinnslu og síðan ecosystem services eða vistkerfisþjónustu, stjórnunarkerfi og vottun aðfangakeðju sem stjórnkerfisstaðlarnir, það eru þessir kannski þekktast þessi ISO 14001 sem fyrir umhverfisstjórnunarkerfi. Það kannski ekkert svo mikið það að segja. Ég skal hlaupa bara aðeins yfir nokkra svona staðla til þess að finna staðinn fyrir þennan staðal okkar. Hérna þessi fjölskylda 14.000 staðlana sem á umhverfisstaðlarnir. Þetta merkileg fjölskyldumynd og ekki sem meira sagt. Það kannski hérna lengst til hægri. Þar eru þessir gróðursa loftslagsstaðlar, gróðursloftegundastaðlar. Ef við horfum á þessa árangursmiðaða staðla þá það kannski helst svona sem við farum að þekkja það FSC, Forest Stewardship Council og Aron mun fara betur við það í fyrramálið, þannig að við vaknum snemma og
kíkjum á það. Það er kannski ekki svo sem miklu við það að bæta, en við höfum sem sagt valið að innlega þann stað FSC frekar en sem sagt BEFC, og ég læt það svo bara eftir Aroni að kynna það. Nú svona vistkerfis þjónustustaðlar, það er þá svona gröfusett eins og skórkolefni og verra eða verðfætt karbonstandard sem tengja svona saman, hvað maður segja, svona umhverfisvernd og fjármagn og nýta auðlindirnar betur. Það er líka í gegnum þá staðla að svona auðveldar vottun og kolefnisbindingu og tryggja umhverfislegan og félagslegan ávinning. Skógarkolefni til dæmis byggir á 140642. Síðan er það aðfangakeðjan, þar eru staðlar undir FSC sem kallað chain of custody og staðfestir að það timbur eða það efni sem er auðkennt hafi verið haldið aðskildu frá óvönduðu efni og þetta er eitthvað sem við vonumst þess að verið komið í gagnið á þessu ári og er mikilvægt fyrir þá sem eru að vinna í timburvinnslu og auðvitað mikilvægt fyrir skógarauðlindir okkar. Nú og síðan er það staðlar kolefni og gróðurhúsalofttegundir. Ég vildi nefna staðal sem var unnin á vegum staðlaráðs sem er á tækni forskrift 92 frá 2002 kolefnisjöfnun og eru þá leiðbeiningar það hvernig ég að standa að því og byggir á þessum ISO 14064 stöðlum. Nú skógarkolefni er síðan í fullu samræmi við bæði það kröfusett og eða þá tækniforskrift og síðan ISO 14064. Síðan eru staðlar líffræðilega fjölbreytni átti þetta nú að vera örugglega, en samningurinn líffræðilega fjölbreytni er ekki vottunarstaðall, en þetta kemur mjög sterkt inn í staðla og Ísland hefur skuldbundið sig til þess að virða. Og það er verið að vinna hjá ISO að stöðlum líffræðilega fjölbreytni og það er hægt að sjá á heimasíðu þeirra nei, það er reyndar ekki rétt, það er hægt að kaupa á einhverja örfá svissneska franka draft eða drög að staðlinum og þetta held ég að verði mikil framför. Nú svo eru félagslegir og siðferðislegir staðar sem að við þurfum náttúrulega að líta til eins og í skógrækt, það er varðandi vinnuvernd og samfélagslega ábyrgð og bara góða starfshætti. Ég vildi líka nefna það sem er kallað frjálst fyrirfram upplýst samþykki sem er þá svona reglur Sameinuðu þjóðanna hvernig samráð er haft og það er miklu víðtækari kröfur og það er ekkert í líkingu við það samráð sem við höfum hér á Íslandi, svona eitthvað er sett í samráðsgátt og þess að það heldur þarf að tryggja samráðið farið fram. Það er ekki nóg að bjóða upp á það þarf að tryggja að það farið fram.
Nú síðan eru staðlar sjálfbæra skógstjórnun, Sustainable Forest Management, og þá erum við komin að þessu staðli sem við höfum verið að vinna að og ber nafnið IST 95 og verður gefin út á þessu ári og kallast sjálfbær skógrækt. Já, nú ekki vona við breytum nafn á því í ferlið svona alveg á lokastigum nema einhver finni upp stórkostlegt nafn en staðarinn sjálfbæra skógrækt hann samin og tækninefnd sjálfbæra skógrækt hjá Staðlaráði unnin í samræmi við viðeigandi verklagsreglur Staðlaráðs og alþjóðleg viðmið staðlastarf byggður á vísindalegri þekkingu, alþjóðlegu viðmiðum og bestu starfsvenjum í sjálfbærri skógrækt. Ætlað að veita samræmda ramma fyrir skipulag framkvæmd og vottun skógræktar í takt við sjálfbærni markmið stjórnvalda, alþjóðasamninga og hagsmunaaðila og skilgreiningar kröfur fyrir sjálfbæra skógrækt á Íslandi og getur nýst sem grundvöllur fyrir stjórnsýslu, stefnumótun og faglegt mat á skógræktarverkefni. Nú, staðallinn viðmiðunarstaðall sem þýðir að hér ekki vottað eftir honum beint per se, heldur byggja aðrir staðlar, til dæmis eins og skógarkolefni á honum og þá grundvöllur eins og fyrir skógarkolefni. Sem sagt, staðallinn síðan endurskoðaður reglulega og þá horft til breytingar á löggjöfum, reglugerðum og skipulagi skógræktarstarfsins og stefnubreytingar auðvitað og stjórnvöldum geta spilað inn í þróun alþjóðasamninga og vísindalega framfarir og styrkja þá enn frekar hlutverk áætlanagerðar í skógrækt. Þetta kannski mikilvægt að taka eftir að hér ekkert endilega verið að minnast á skoðanir einhver staðar. Hann verður ekki uppfærður saman við það. Þetta vinnan sem við höfum verið að vinna. Haustið, í september 23 óskum við eftir því við Staðlaráð að þessi vinna fær af stað og Landsskógur og Áðurskógræktin sem sagt aðili að Staðlaráði og getur það óskað eftir að fari að staðvinna staðlaverkefni. Síðan það sem næsta sem gerist þar að svokölluð vinnustöðusamþykkt þarna skrifuð eftir vinnustofu þar sem að hagsmunaaðilum boðin þáttaka. Síðan í framhaldi af því það gefin út vinnustöðusamþykkt þá skipuð tækninefnd af Staðlaráði og af stjórn Staðlaráðs og tækninefndin fer síðan að vinna með fer að vinna bara reglulegi fundir, skipta upp í vinnuhópa og síðan núna svona tæpa ári seinna þá vonast þess að drög af staðlunum fari í samráðsgátt í 2 mánuði. Núna bara í byrjun apríl sem bara í næstu viku. Og síðan í framhaldinu verði staðallinn gefin út og það eru 17 sérfræðingar frá 12 hagsmunaaðilum sem tóku þátt í þessari tækninefnd. Uppbygging staðalsins sú að það eru lagaskilyrði og það bara ófrávíkjanleg regla að fara til þeim. Við ekki brjótum við nú lögin. Síðan eru kröfur góða starfsmenn í skógrækt og það alltaf því lög en ekki lög þannig að við svona það má víkja frá þeim í
undantekningatilfellum. Nú, uppbyggingin síðan á staðlinum svona, hann skiptist í góða starfsvenjur og síðan þessa 7 þætti sem eru þá þætti sjálfbæra skógræktar, það er líffræðileg fjölbreytni, loftslagsbreytingar, sögulegt umhverfi, því verðum sannlega breytt, landslag, fólk, jarðveg og vatn. Hérna, eðli krafana er náttúrulega þannig að lagalegar kröfur, það skal fara eftir þeim og þetta er beint á staðnum með tegundir sem falla undir íslenska löggjöf ágangar fram til tegundir skal ekki fjölga, rækta eða sleppa á annan hátt út í umhverfið nema með leyfi yfirvalda. Og síðan sjáum við hérna munina þegar við talað góðar starfsemi í skógrækt, þá erum við að tala ætti. Það er þá hægt að víkja frá því í undantekningatilfellum. Nú meðfram staðlinum verða gefnar út leiðbeiningar og þær verða öllu líkinu bara í sama plagginu en í sérkafla og það er nánar farið út í það hvernig hérna staðallið virkar og hvernig þetta uppfylla kröfunar. Og gildissviðið þetta er þróað fyrir skóga og skógrækt á Íslandi. Þetta er ekki bara fyrir nýskógrækt, þetta er fyrir bara rekstur á skógum og hérna áviðum starfsemi og aðstæður sem enginn geta skógrækt á Íslandi. Mikilvæg grafnun er því að breytilegt eftir aðstæðum á hverju svæði, einkum stærð skóganna, umfangi, starfsemi og markmiður skógareigandans. Það má ekki gleyma honum í þessu. Nær yfir allt umhverfi skóga sem getur falið í sér opin svæði og vatnasvæði eins og árvötn, tjarnir og einnig botngróður í skógi, auk tegunda sjálfa og hérna ég held að það sé mikilvægt að horfa til þessa hérna sem að ég setti nú í rautt að skóla til langtímaverkefni þótt umbætur getur verið hluti af upphaflegum áætlunum getur tekið meira en eina lotu fyrir sumar aðgerðir að verða veruleika. Þannig er það. Nú, þá er alveg að verða búinn. Markmið er að stuðla sjálfbærri nýtingu skóga, verndun vistkerfa, verndun jarðvegs og endurnýjun skóga í samræmi við efnahagsleg, félagsleg og umhverfislega þætti. Og hérna gildir alla tegundir skóga og skógrækt, skipulag, stjórnun, framkvæmdir, umhirðu, varðveislu, mat og áhrifum skógræktar og svo framvegis. Síðan er það hérna kannski alveg í lokin að hérna svona skipulag staðla. Við erum með alþjóðlega staðla sem Ísland er aðili að ISO eða alþjóðu staðlastofnuninni. Við erum með svæðisbundna staðla til dæmis eins og Forest Europe og Ísland er aðili að Forest Europe. Við erum náttúrulega með skorta lög sem að setja reglunar hérna innanlands og þar mun staðar fyrir sjálfbæra skógrækt styðja við. Við erum með staðla sem að fyrirtæki geta sjálfvilju tekið þátt í og þar fer yfir það betur með okkur á morgun, sem sagt FSC, og við erum með skógarkolefni sem er þá svona kröfusett ákveðin verkefni. Þannig að já, við erum svona farin að hérna nálgast að hérna geta tikkað í öll bóksin. Takk fyrir. Kæra þakkir, Gulli. Við gefum færa á einni örstuttri og einfaldri spurningu að sjálfsögðu og það er Bjarni Diðrik sem náttúrulega ætlar að fara að hita sig upp. Það er sann, ævaröndina. Ný gæðaviðmið og good practice guidance eða þetta tala saman, væntanlega. Þetta er aðeins lýst í. Já, þetta á náttúrulega að tala saman og hérna, ykkur getur nú haldið að þetta væri keimlíkt eða það sama en staðlar eru náttúrulega valkvæðir í eðli sínu og þegar við erum að horfa til þess að einkaaðilar sem eru í skógrækt þá
geta þeir valið að fara með verkefni sín í vottun og þurfa þá að uppfylla þessi skilyrði. En það er ekki víst að þau þurfa endilega að fara eftir gæðamiðanum. Ég veit ekki hvernig innleiðingin á því verður. Við höfum unnið þetta bara með staðalráði. En auðvitað þarf þetta að tala alveg saman. Akkurat, við þökkum Gunnlaugi Guðjónsssyni kærlega fyrir hans innlegg hér, mikilvæga. Og ég ætla að segja ykkur það er búið að semja við kokkinn, matur verður til reiðu 20 mínútur yfir 12, þannig að við erum aðeins og eftir áætlun, það bara tilheyrir. En næstur á mælendaskrá er Bjarni Diðriksson, prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands og hann ætlar að tala um nýskógrækt og jarðvegskolefni. Og nú viftar hann höndum. Þannig að hann finnur ekki fyrir þurrinni, Pétur. Hvað ertu með það? Veitu nú Bjarni. Hann heitir það kallinn. Heyrðu bara takk fyrir ákaflega áhugaverðan morgun. Gaman að vera með ykkur hér að venju. Þetta eru fyrir mér alltaf skemmtilegustu samkomur ársins. Ég ætla líka að þakka honum Birgi og líka Gulla fyrir þessar 2 tölur sem að voru hérna á undan því þetta skiptir okkur gríðarlegu máli. Við erum að formfesta okkur sem geira með þessari vinnu sem kannski svolítið þurr stundum að hlusta á. En þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur sem geira og til að ná þessari sátt, eða ekki sátt, en geta þá allavega sagt að við erum búin að gera allt sem við getum til að ná þeirri sátt og ég held fyrir Hilmar og fyrir aðra hérna þá er það gríðarlega mikilvægt starf sem heyrist kannski ekki mikið en þetta er okkur til mikilvægt heilla. Ég ætla að halda hérna smá tölu jarðvegskolefni sem er búið að vera eins og mörg eitthvað vitið mitt áhuga málum nokkur áratuga skeið og það spratt á síðasta árið mikil umræða hvað gerist með jarðvegskolefni við nýskógrækt, við jarðvislur og það er búið að vera svona talsverð skrif og mikla skoðanir en ég var að beðin að koma hérna og segja ykkur hvað vitum við og auðvitað er margt sem við vitum ekki en við vitum líka alveg helling og að ég fór nú ekki til Helnumörtu og Bjössa og fekk alveg nákvæma tölu en ég hef svona áætlaði minni kennslu við Landbúnaðarháskólann að við hann svo skógrækt sem við erum að stunda hún kallar á jarðvislu svona það bil 2/3 1/3 erum við að framkvæma án jarðvislu í lítið grófi land 2/3 erum við að gróðursetja oftast með einhvers konar aðgerðum til að draga úr samkeppni að bæta vaxtarskilyrði og því fylgir þá einhvers konar jarðvisla og það þá einhverjum þegar við erum með furu eða greni eða ösp en birki og lerki erum við ofta að gróðursetja án jarðvislu þó oft líka með og svo er náttúrulega bara til hvaði Hilmar þá hef ég þessa mynd hérna og þessi umræða blossar náttúrulega upp. Gerist í öllum löndum þar sem að landslagið er breytt í skóg og ég er að kenna bandaríska kennslubók mínum nefndum í Landbúnaðarháskólanum það stæði á bandarísku og ég segi það erfiðast að við skóga hér á þeirri staði jarðvisla og svo rjóðuferðin. Þannig að þetta hlaut að gerast hér, við erum öðruvísi umrættur en aðrir, allir á móti breyting, með þess að við, nema þegar við viljum hafa það. En umræðan var þess að þetta, að af því að þjónusta var markmið þessar skóladar, að það fór á stað mikil umræðan það að hún væri algjörlega ósópar að þetta með þessum jarðvislu þá verðum við að missa jafn mikið kolefni að jafn margt meira og jarðveginum en það sem að verkefnið ætlar að binda. Og ég steig fram á þessum tíma og kannski svo eitthvað munna og reynum að segja að þetta er ekki svona og ég þá komið og hingað í dag og
og segja ykkur aðeins hvað vitum. Og við höfum stundar rannsóknir á mjög lengi á áhrifum þegar við tökum skólasvæði og breytum við skóla, hvað gerist með jarðveginn. Þetta er alltaf legið fyrir hjá okkur annars síðan bara 2000, 4000 og þetta er líkið spurning fyrir skóladauðsum. Og það hefur stór aukist þekking okkar á þessu á síðustu 15-20 árum og þessar rannsóknir hefjast, ég hef að horfa á Þórberg hérna, það erstu bland Þórberg í svo smart í skólatíðinni, annars á fyrsti, og hérna í Strafafjörðarskógi að gera heildan viðskæðismat á Kólunisfóða og Mjögajarðar, en það fara fyrstu rannsóknir af stað, sko 1990, og þessari mynd, þá bara því að við erum land og skógur og orðið í stofnun, þá þetta Gunnarskógur í Gunnarsson. Og þetta sem sagt Beitarfriðarsvæðið, örfókasvæðið og ofan Gunnarsson. Það gerðist 50 ára eftir Beitarfriður og landgræðslu aðgerðir hófust með aðeins ákvörðgjöf og þá erum við komið heillist Kólunisfóða hérna niður í eftir 30 jarðarsins sem áður var jarðarskólunni og erum þetta fína Beitarland og Fallbergsland, tegundaríkt, blóm, en svo var jarðunnið af Gunnlaugi og starfsmönnum hjá Framkvæmdastjóra og þeir sáðu birti í jarðunni land og 50 árum seinna þá erum við með þetta nýju Kólunisfóða og Mjögajarðar en við erum með svona 50% meira neðanjarðar. Þetta er allt uppsöfnun á 50 árum. Á Rýrlandi, Hálfgrónlandi var jarðunnið. Það var takt meira að segja. Og hérna, og uppsöfnun hefur orðið miklu meiri þarna í skóginum. Og þarna var Arnór Þórðarson og það voru verkefni sem voru stað þarna 90, manna gætnum 95, 6, 7, eitthvað svoleiðis átaksverkefni. Loftslagsmál og það voru gerðar fullt af mælingum. Víðum landi í mismunandi skógum. Og þetta er eina af þeim mælingum. Síðan þegar ég kemdi starfa hjá Skógræktinni þá drýfum við stórt verkefni sem skógrækt sem að byggja eftir og eitt af 3 meginmarkmiðum skógræktar var að einnig gera meiri rannsóknir á því hvað gerist í jarðvegi. Og við myndum vita ef við byrjum með skólas á landið og gróðursettum í það, ekki bara hvað gerist í skógrækt, heldur hvað gerist eftir mismunandi tíma eftir skógrækt. Voru þá mismunandi aldursflokkar og svo vorum við með birkiskóga til samanburðar, gamla birkiskóga í nágrenninu við ræktunarskóga. Og ég er bara að segja það að þessu við sýnum í öllum tilvægum vatnungarrannsóknum sem er ekki góðan svo í jarðinskóla. En nánast öllum það en ég ætla líka að segja það að þetta á alltaf við þurrlendi. Þetta var ekki við erum að rækta skóg á framhaldsskólanum. Og hérna sem er mjög lítið hluti af skólaþjóðsynni. En í skógvist þá bættum við 17 rannsóknarsvæðum, bæði á Austur- og Vesturlandi, við vorum að gera mælingar 95 mismunandi sniðum. En þetta var umtalsvert stórt verkefni. Hér sjáum við hvernig verki breyttist, þurra breyttist og greinin breyttist með aldri eftir gróðursetningu við skólu sem landi þar sem landið var áður á skólu og gróðursetningu. Og það var ekki tölfræði, ég hafði hefur F-gildi og P-gildi til að þið sáu að þetta er á markverk. Og það var allstaðar í þessu verkefni, í verkefnaskólanum, þurrskólanum, greinskólanum og líka skólanum, aukning í Kólunisfóða jarðvegi. Og þessi aukning, hún hérna, inn í þessu gagnasafni var svona rúmlega helmingur á svæðunum jarðunum. En það var ekki neinn, það kom ekki fram neinn munur við jarðvegslunum þannig að jarðvegslan var ekki hluti af tekin út sem tilraunaþátt, það bara var ekki markað. Og þegar sem við fengum út úr þessu verkefni, þarna sem var það tilbúið 2006-07 að meðalaukning með skógrækt, óháð landgerð
óháð trjátegund 1,3 tonn af CO2 á hektar á ári. Þetta svona meðaltal fyrir unga til miðaldra skóga. Og við erum að reyna vinnandi í alltaf sem breyðust aldurspili, en að því skógar á Íslandi ungir, að þá eigum við í rauninni mjög góða tölur svona 60 ára gamla skóga. Og þetta 1,3 tonn að bera saman við að það 8,5 tonn sem myndast að meðaltali í lífmassaskóga á Íslandi núna á hverju ári. Þannig þetta svona 15% við viðbótar að jafna þig í öllum trjátegundum sem binst í jarðveginn. Og af því þetta byggir á forðamælingum, þá getum við ekki að mæla árið 1 eða árið 2, eða alltaf kolum í jarðveginum, þá þarf að hafa einhver breyting til að fá einhver marktækja niðurstöðu, þannig að þetta gildir fyrir svona 8 ára til 50 ára skóga. En þessi mælitækni, þessum að tekur efnagreiningar á jarðvegi, við bara getum ekki mikið niðurstöðu fyrstu árin, því að það þarf að verða ákveðin breyting þegar hún sé mælanleg. Og að þetta kolefni í jarðvegi alltaf umtalsvert fyrir jafnvel í yfirgrónlandi, að þá tekur það minnst 10 ára að sjá breytingu, skiljiði. Það var að koma doktorsritgerð við Vatnaháskólanum, það eru Sólveig Sanchez, sem í verkefninu Birkiviski og verið að rannsaka birkiskóga á sama hátt og skógvistkerfi, 10 mismunandi stöðum allt í kringum landið. Og hennar grein var að koma út, fyrsta grein í hennar doktorsritgerð, og hún að fá að meðaltali fiskur 30 ári, hálft tonn, en að meðaltali 30-60 ári þar á eftir, eða 30 ári þar á eftir, mismunandi andri birkiskóga, ef maður fá ennþá hærri tölur en við. En ef við getum meðaltali á hvort tveggja, þá verðum við að fá alveg sömu jarðvegsbygginguna meðaltali yfir fyrstu 50 ári. Þannig að þessar niðurstöður og Sólveigar er bara algjörlega að styrkja fyrirliggjandi niðurstöður sem við höfum skóla. Með birki, og birkir að binda álíka mikið og alveg trjátegundir í jarðvegi, og það virðist eins og þessar fyrstu niðurstöður erum við ekki að sjá mikið mun, við erum að sjá aðeins meiri í Írlandi, ekki mikið, við erum alltaf að sjá uppsvönd fyrstu 50 ára. Og ég gerði ekki mann þetta í vísindagrein sem ég skrifaði. Þetta sýnir hlutfallslega breytingum kolefnisfóðra vistkerfisins. Það bara þannig að þegar við tökum landskógar og flugum það, og eins og ég segi, aðferðir gerum ekki til þess að sjá, það gerist fyrstu 10 ára. En eftir við tökum landið til skógar og flugum það, þá sjáumst að kolefnisfóðra í jarðvegi strax. Og þetta náttúrulega ekki bara tré, þetta líka beitarfugl. Því að skógræktin fylgir yfirleitt beitarfugl, skiljið þið. En bara þessi landbreyting þýðir það að gróskan eykst, þá fellur meira til jarðar, þá samast meira upp í jarðinni. Og þannig ég er alls ekki að segja að trésmúðarnir sjálf, þetta er landbreyting, breyting á landbyggingu úr yfirleitt beit í friða og skógrækt. Og það er alveg sama hvort að jarðvinnslan gerði ekki, við sjáum sömu aukningu 8-10 árum sinni. Þannig að það sem þetta gagnasett sýnir okkur að ef það ekki búið losunarvíkvæði, það er losunarvíkvæði, en það er mikið. Og hún er það lítil og hún kemur ekki fram eftir 8 ára. Við tókum síðan saman allar niðurstöður fyrir 10 ára síðan og birtum í andlöfum og þá unnum við úr þar á sem tilhörnum alltaf, ég og nokkri norrænir vísindamenn og hefðum alltaf annað að reynda Primus Motor í þessu verkefni, svo ég segi það bara hreint út, ég bara talaði um mér og þetta er allar rannsóknir á áhrifum nýskógræktarinnar kolefnisfóðra jarðvegi á Norðurlöndum og Bretlandseyjum. Vitið hvað land hefur gert mesta rannsóknir? Ísland. Það vísum bara einni rannsókn meira en Danir. Og þannig að við erum með mjög góð gögn. Og svo það sem við gerst síðan erum margir meistaranemar og BS-nemar hafa verið að gefa út og við erum að bæta við rannsóknum. Þannig
Þannig að núna komið hérna tími á að gera nýja samgreiningu og það vil svo til að Helvítis Prófessonar til rannsóknarleyfi, hann er leðilegur að það verður sendt úr landi og þetta er eitt af því sem ég er á listanum að koma í gegn og vinna úr nýtt yfirlið. Og hérna, en skriftir og nefnum það ekki mjög máli. Sko, það losnar alveg klárlega eitthvað við jarðveg. Við erum ekki að neita því. En spurningin er hversu mikið mýrar þá bindingu sem verður mjög eitthvað hratt af stað. Og það er engin leið að gera vita það, alveg aðræðfæði, og það er að gera kúrsmælingar. Ég finnst það ekki, eins og við gera núna í, við fara með stílarendi, til dæmis. Bara að byrja að mæla 2 árum áður og jafnina og mæla svo 2 ár. Þá fáum við þessi tölu. Það er eina leiðin og svona þetta kostar svona 15 milljónir að gera svona rannsókn. Og svo ætlum ég bara að segja, þetta er búið að vera algjörlega öfugt til að það sagt er. Sko staða þekking á Íslandi er í vestan lið á þessu. En það er aldrei vitnað til þessar rannsókna í þessari gagnrýnisrættum sem hafa verið undanfarið, sem er alveg stórmennir, þetta er vilt alþjóðlega á staðar. Og í þeirri umræðu eru varðið sértæk dæmi, yfirleitt nýskoðað rjóðumfellingu stóra sem forið strúttir. Þá verður tap þegar virkur skógur felldur og byrjaði að rækta alveg frá allum rjóðtingum. Það eru líka rögnar og í reynslíknar að skoða. Og eftir umræðan fór í stað í haust þá sendi ég hérna viðkomandi höfundur þessari niðurstöðu sína sýningu. En þessi kallarist ekki í nýju gæðarðinlögum. Það er gaman að fylgjast með prófessornum, tala hérna þekkingu og innlegu þetta mál. Ég auðvitað væri að spyrja ábyggilega margar spurningar en við kemum þær á einni. Þannig að sá heppni er Arnór. Þetta er ekki spurning, þetta er mál, það er ekki. Ég gerði eftir svo lengur síðan, bara úttekað þegar ég tók saman á því hvað er mikið jarðuði land. Það getur skráð þetta á öllum hættum og frá því að jarðist og hóst 1987 þegar var kemd fyrsta tímið til Íslands. Þá er stendur skógur á jarðuði landi sem er eitt þrjúðingar. Það var eitt. Annars var þetta mjög gott til það. Ég vissi að kæmi með þetta. Kæra þakkir, gjaldið þig. Og þá erum við komin að síðasta erindinu fyrir hádegishlé og það er hún Rakel J. Jónsdóttir sem er sérfræðingur loks á sviði uppeldis skógarplantna og nýskógar. Og hún ætlar að tala einmitt það, skógarplöntur framleiðslan. Hvað er að gerast? Gjörðu svo vel takk. Komið í sæl. Ég ætla að taka hérna stöðina á skógarplöntum, hvað er nýtt og hvað er að gerast og hvað er deglum. En fyrst ætla ég að fara aðeins í sögu. Við sjáum hérna fjölda gróðsettar trjáplantna eftir 15 árum frá árinu 2005 til 2010. Svo erum við árið 2004 og eftir fyrir. En við sjáum að eftir efnahagshrunið 2008 þá tókum við lögur á hjá skógarplöntuframleiðendum í að framleiðslan dróst saman 50% vegna þess að ríkið dró úr fjárframlögum til skógarræktar. Og afleiðingin af því var að þessi
fyrirtæki sem ég hef lýst að hafa upp, Lágafell, Furubrún, Álmur og Barði, þau hættu starfsemi og reynda fleiri smærri fyrirtæki sem að framleyti skógaplöntur meðfram annarri ræktun. Það voru aðeins Kristal og Sólskógar sem að stóðu eftir þarna árið 2018. En svo 2018 þá mörkuðu íslensk stjórnvöld stefnu aukna kolefnisbindingu og kynntu áætlun fjármögnun aðgerða fyrir næstu 5 ár. Og þessi innspeyting í kerfið kemur fram strax 2019 og núna í lok árs 2023 þá eru fjöldi gróðursettra trjáplantna komnar í 6,7 milljónir aftur frá því sem var. Við sjáum þarna að mismunandi þeirra súrvanum fagnar mismunandi tegundir og tegundir samsetning aðeins að breytast eftir 2018. Það grænleitur birki og hann að koma birki þeirra aukast og kannski breyta þessu verkefna eins og Handriðaskólaverkefnisins og verkefnisins. Það hefur verið svolítið erfitt að ná í rússaverki fræði þarna á og við sjáum það guli liturinn í súrunum en það horfir nú til betri vegar því Sólskógar eru búin að ná sér í fræði sem ætti að duga til 2 eða 3 ára frá Finnlandi. En til þess að mæta þessari auknu eftirspurn þá hafa skógplöntuframleiðendur farið í mikla uppbyggingu innan sinna fyrirtækja. Og ég ætla að rekja svolítið þær breytingar fyrir þessar 3 stærstu aðilar sem eru í skógplöntuframleiðslunni. Sólskógar Akureyri hafa farið í mikla fjárfestingu á nýjum búnaði og þar ber helst að nefna nýjan priklunarróbót en notkun hans hefur í för með sér breytingu á ræktunarferli. Þetta er þess að þetta er ræktunarferillinn lengist en nýting á fræi og ræktunarplássi verður betri. Hann tryggir að það sé alltaf ein planta í hverju mánuði á endanlegu ræktunarbakka. Þannig að það er hægt að framleiða fleiri plöntur á fermetri. Það er engin tóm í bökkunum. Frænýtingin verður líka betri með róbótanum sem er sennilega mikilvægt þegar við að vinna með tegundir sem hafa lélega skýrinaprósentu eins og rússalerki og hrimur. Rússalerki sem að fékkst núna frá Finnlandi til dæmis bara með 65% skýrun. En þarna á myndinni sjáum við líka að það hafa verið sett upp útiplön með skiptingabúnaði. Við sjáum þarna svartan upprúlaðan eftir við í útiplanum. Hann er dreginn yfir plöntunar með vélagt afli og þannig er hægt að spara mikinn mannafla í þessari vinnu og tíma. Birki er orðin stærsta tegundum frá Sólskógum og það er mikil þörf á hægðastýringu með stýringu en líka því sem var kaup á samningarlínu, búnaði til bakkaþvottar og byggt yfir þessum aðstoðhús með frysti og hugbúnaðaraðstöðu. Og í ár verður framleiðslan 6 milljónir en framleiðslugetan er komin í 10 milljónir tonn. Kvistabær tók við rekstri Kvista árið 2021 og þar hefur líka verið farið í mikla uppbyggingu. Það var keypt inn ný samningarlína og ný gróðurhús og útisvæði. Við sjáum einmitt á myndinni stórvirkar vinnuvélar vera að vinna við þessi útisvæði síðasta haust og á þau er búið að kaupa tæknivæntan mögnabúnað. Undanfarin 4 ár hefur framleiðslan á Kvistabæ verið á bilinu 2,5 til 4 milljónir plantna en framleiðslugeta er komin til 6 til 8 milljónir. Og þá er það jurt sem er hérna, Egilsstöðum. Hún er byggð á grunni gamla barra og það hefur orðið sérhæfing í ræktun alaskaspar.
í stóra húsinu, eða í öðru stóra húsinu þarna á myndinni. Þeir nota vetrargræðingar til þess að fjölga öskunni en í samtali við Ragnar þá kom fram að það var ekki alltaf auðvelt að ná í vetrargræðingarna. Þannig þeir horfa núna til þess að byggja sér byggja upp sjálfur nýja móðurblutleik til þess að móða úr. Líka nota svo kallar hraðfjölgunar aðferð sem að Þórbergur Hjalti og Ingvar Óskarsson þróuðu í kringum 1990 og þá eru notaðir sumargræðingar til þess að fjölga hundunum og þeir hyggja núna á uppbyggingu varanlegra aðstöðu í öðru gróðurhúsinu til þess að því að þessi ræktun þarf rakastig heldur en vetrargræðingar. Afhendingi ár hjá jurt verða nokkur 100.000 plöntur en hámarksframleiðslugeta með þó nokkrum breytingum gæti orðið 2 milljónir. Þegar ég var að taka saman þetta erindi þá hafði ég náttúrulega samband við framleiðendur þess upplýsingar og bað þá að nefna helstu áskoranir í sínum rekstri og þar komur alltaf upp íslensk veðrátta og stutt kalt sumar og við sáum einmitt í fréttum fyrir svona 2 vikum kartöflubændur að vekja athygli á því að það er enginn sem grípur þá þegar þeir lenda í miklum áföllum vegna óvenjulegrar veðráttu og það gerist líka hjá skógframleiðendum, það er enginn sem grípur þá þegar svona áföll dynja á þeim og sérstaklega var síðasta sumar erfitt fyrir skógframleiðendur þar sem það var mjög kalt og þessi mynd er tekin í sögulega rétti í júní í fyrra í sólstöðum. Ég nefndi það líka að öflun þræs væri stundum erfitt framverðaði átti verkefæri og kring og græðingaefni til að ræktum afskastar. En það kom líka fram að undanfarið hefur borið á því að þeir sem hafa gert samninga við fyrirtæki hafi haft samband í vetur og dregið úr eða tappið frá hundum. Og skýringarnar á því af hverju þetta er að gerast er að neikvæð einhliða umræðu skógrækt sem það var að hafa það mikil áhrif á almenningsálitið að fólk veigra sig við að halda áfram með sín verkefni. Og svo koma líka til seinkanir á framkvæmdaleyfum frá sveitarfélögum. Þannig að það eru blikur á lofti. En aðeins 9 það er alltaf mikil eftirspurn eftir erkifjandum hreimi, en fræg uppskera á öllum fjórstöðar hefur alveg verið á mækadeli eftirspurn. Og skógræktin á sveiflan land og skógur hefur lagt áherslu á að finna út hvernig er hægt að rækta upp af græðingu. Og nú hefur hópur skógbænda og dögunum tekið þessa ræktun upp á sína arma. Það er Jakob K. Kristjánsson í brúnni. Græðingarnir eru ræktir við stýrðar aðstæður í þessum pillum eins og við sjáum þarna á myndinni. Það er yfir 400 göt í hverjum bakka, þannig að það er hægt að rækta mjög mikið magn á litlu svæði. Og á litlu myndinni sjáum við þarna græðingar sem eru 2,5 til 3 cm ráðing, bíða stundu í köldu vatni. Það er búið að stinga yfir 10.000 græðingum í hlut með það mátti að fá 5.000 plöntur í afhendingarstærð í vor. Þessi áframræktun í bökkum er að búið að kvilla græðingum í 40 gata. Hún fer núna fram í tilraunahúsinu á Keltum, en þessi hópur stefnir á frekari uppbyggingu gróðurhúsa og móðurplöntureita í Gröfum. En þó að það sé hægt að nota þessa aðferð til þess að magna upp þær plöntur, fjölda plantna, að þá verður alltaf að vera til staðar
þess að við verðum alltaf að vera með nýjar lóðir í umferð. Það megi ekki verða of gamlar. Þegar það eru orðnar yfir 4 ára þá dvína rætingarhæfni græna mjög mikið. Þannig að hræræktin er ennþá nauðsynleg. Nú, á undanförnum árum þá höfum við heyrt af áhugasömum aðilum sem vilja koma inn á skógplöntumarkaðinn. Og ég hafði fregnir af telur. Það er fyrsta lagi fyrirtækis Skógarplöntur e.h.f. sem hafa ætlað sig að byggja upp á Laugarbakka í Vestur-Húnavatnssýslu. Og þar er það Hafberg Þórisson, garðyrkjumaður, betur þekktur sem Hafberg í Lambhaga og Björn Lindar sem er með þessar áætlanir. Verkefnið hefur fengið styrk úr uppbyggingarsjóði Norðurlandsvestra 2024 til gerðar, rekstrar og fjárhagsáætlunar og gerð kynningarefnis fyrir fjárfesta. En í samtali við Hafberg þessar áætlanir kom fram að hætti að stíga verkfæri skref áfram, sérstaklega í ljósi umræðunnar sem ég nefndi hérna áðan. Nú, aðrir hafa áhuga á að byggja skógarplöntumarkaði í Gunnarsholti. Það er Frans Jesóski og Páll Magnússon sem hafa tekið þar 60 hektara land á leigu og vinna breytingum á aðalskipulagi og deiliskipulagi og þarna sjáum við deiliskipulagstillögur fyrir þá framleiðslu. Það er mikið af gróðurhúsum og stór útigröf og stór aðstæða, skemma. En í samtali við Frans þá kom fram að þarna ætti að byggja smatt með góðum stefnumöguleikum en varfæriskref tekin varðandi framhaldið á að tryggja fjármögnun og það blási hagstæði vindar í skógarplöntum. Það er það stand. En svo ég takki þetta nú svolítið saman í lokin, þá er bólusendar plöntum í Ísland komnar í 6,7 milljónir ára, miðað við plantna árið 2023. Þannig að skógarplöntugeirinn, hann er heldur betur búinn að virka á plöntunum. Núverandi framleiðslugeta er hins vegar á bilinu 16 til 18 milljónir, þannig að það er svigrúm til aukningar. Nýir aðilar hafa áhuga á bransanum, en það eru líkur á lofti varðandi skógarplöntugeirann sem þegar eru farnar að setja strik í reikninginn hjá skógarplöntumarkaðnum. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir Rakel. Og þið tókst að láta það hljóðnum að sýna þeirra hljóð. Við gefum þær á einni spurningu áður við tökum í ákveðið snið. Einhver sem er með spurningu til Rakelar. Svo er ekki að þetta mjög skýrt og skilmerkilegt. Takk kærlega fyrir Rakel. Og þá fyrir að nokast ákveðið sér og við erum bara eiginlega akkurat á þeim tíma sem ákveðið svona sem var mér. En ég ætlaði nú aðeins að nefna hérna þessi fyrirtæki hérna aftur. Það eru auðvitað tandrabreyti sem eru gaman hérna fyrir úti sem það væri gaman að kíkja í og síðan er það auðvitað vorverk sko og að vorviður sé náttúrulega yndislegur en þá sá ég á svipnum á okkur að við hafði orðið þvottaskostur og tungu en það er þessi vorverk sem það sína framleiðslu eða það sem þau hefa að bjóða. En ég vil bara segja takk kærlega fyrir þessa morgun, frábærlega áhugaverð erindi og mikilvæg fyrir skógargeirann, fyrir okkur öll sem störfum að þessu. Það er ramminn utan þetta, hvernig hann að vera og hvernig sem að taka fyrir nessilega á því. Og síðan að koma rétt upplýsing á framfæri eins og margir voru að nefna ekki. Það er mikilvægt og ráðumræðisverk að koma með vísir og þekkingu sem við höfum á ráðum yfir og koma hennar framfæri sem víðast. Þannig að umræðan skógrækt á Íslandi verði uppfull af visku og þekkingu, sanngirni og hleypa okkur áfram. En við spólum ekki alltaf í sama farinu. En nú komum við að halda í þessu, við erum svo einn.
Sælveri Ragnheiður Þórarinsdóttir heiti ég, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands og ætla að stýra hérna eftir hádegi. Erum með fyrsta erindi frá Noregi, en við langar nú svona bara aðeins fyrst til þess að þakka ykkur fyrir að bjóða mér að vera hérna í dag. Alltaf svo gaman að vera á þessum fundum með ykkur og virkilega skemmtileg erindi hérna fyrir hádegi. Gaman að heyra hvað margt í gangi með nýja tækni, róbótatækni og dróna og myndgreiningar og annað slíkt. Ég hef svona aðeins hérna kynnst í þar sem ég hef verið að lesa mikið umsóknir fyrir Evrópusambandið og það hafa nú verið nokkur verkefni tengt drónatækni í skógrækt, þannig að ég hef aðeins lært af því að meta umsóknir fyrir Evrópusambandið og svo má spyrja að því af hverju fólk eins og ég sem ekkert vita af því fæ að meta slík verkefni, en það allt önnur saga. En við höfum verið svo heppin að fá 2 verkefni samþykkt núna með svolítið af peningum. Annað stórt live-verkefni sem tekur til 5,5 ár sem það og í báðum þessum verkefnum peningur til að kaupa eitthvað búnað í drónatækni, stóra live-verkefni og í góðu samstarfi við þannig að það eru spennandi tækifæri framöndan. En nóg það, við langar til þess að bjóða hér fyrsta fyrirspurn, hann Axel Gramhus, alla leið frá Líbíu í Noregi og erindi hans heitir Conversion of Even Age Stands to Alienate Preliminary Experiences from Norway, eða á íslensku umbreyting jafnaldra skóga yfir í mikla, fyrstu reynslusögur frá Noregi. Velkomin, Axel. Tusen takk. Thank you. Do you hear me? Good, good. It works. First of all, I want to thank you all for inviting me to this conference. It's really a big honor to be in Iceland. It's some years since last time I was here. I also apologize for not having this speaking English, not for having it in Icelandic, but I think that is to the benefit of both you and me, because that would be relatively difficult. So in case I speak too quickly or use some kind of terms that you don't understand, raise your hand, ask me to speak more slowly or whatever, or ask. Don't hesitate, please. I was asked to talk about conversion of even age stands to uneven age, preliminary experience from Norway. So who am I to talk about that? I can say a little bit about my background. Also, this will have a kind of a Norwegian focus. I don't know much about Icelandic forestry, really, apart from what I've heard here today and speaking to some people yesterday. So the species and the whole kind of environment is, of course, totally different. So take it what it is about tell most about the project that we have on conversion from Norway, and maybe you can pick something from it at least, and also understand what we are dealing with, because this topic on continuous cover forestry, it's definitely an increasing thing. We haven't done much of it for actually since 100 years. We've done clear-cut forestry, rotation management, like in many other countries for the time, but there is a great demand out there from the public on a more varied forestry, basically. So yeah, shortly about my background, I started my career as actually doing research on continuous cover forestry, studying how trees this size were affected when you're going to fell with big machines selectively in a stand. They are, of course, a little bit prone to damage.
So I worked on that, continued a little bit after my PhD with the more ordinary regeneration studies. And then I grew up a little bit more and started in the National Forest Inventory. I held a position almost like Björn has today with the department head of the Forest Inventory in Nibio until 2 years ago. And then I became, we did a little bit of reorganization, established a new department that is focusing on silviculture, growth and yield and modeling. And that's where I am now. So I'm a little bit back to my roots with more basic silviculture. What do you call it in Icelandic? Skogrækt. Yeah. So that's me. And again, thank you again for allowing me to come here. I was a little bit surprised, I have to say that, but got the Johan, he called me, and, can you come to Iceland and talk about continuous cover forestry? It was like, huh? I didn't really expect that one. I was a little bit, but it's good that you're early, and so starting early, because maybe given your forest conditions, it's maybe a little bit, but it's good to be ahead of time. Absolutely. But just to set it in a Norwegian context, also what we are operating in. Many of you know it, of course, it's much like Scandinavia elsewhere, but it's spruce and pine, basically, which is the big deal. They say somewhat silly, I was told at the university that you only have to learn the difference between two species in Norway, and that is spruce, which has short needles, and pine, which has long needles. But no. So you are actually more experienced in knowledge about different species than we are, probably. But as I said, rotation forestry has been absolutely dominating. There's pressure, and in spruce stands we have done historically since then planting, clear cutting, and in pine forest it's usually the seed tree method and natural regeneration, so leaving some seed trees and hoping for the best. I think that the amount of continuous cover forestry the last 20-30 years or so is at about 5+% of the annual harvested area. So this is where we actually are. But there are pressures to increase that. The public pressure has been mentioned already, but there's also in the certification scheme, there is a more clear demand since 2020, and that the organizations and timber buyers, those who are advising forest professionals, should have competence and a system to offer this kind of harvesting if the forest owner wants it, at least. So that has created a big demand for competence, knowledge, research, and also to kind of systemize this knowledge available to the forest owner and their organizations. So even though things haven't really accelerated yet, I think it's likely to say that it will be more of it in the future, but it will, I think it's unlikely it will be a dominating practice in Norway, but we'll see more of it, maybe more varied practice. And continuous cover forestry, what is that? It doesn't mean that it's continuous over landscape, but it's a continuous cover of trees at the same area over time. Tree generations, you never do clear cutting, basically. And it can be quite confusing about the systematics. There are many terms out there, both in Norwegian and the international literature. And but I think as for boreal countries, and in agreement with a book that was published by Rautio et al. That is available as an e-book, Continuous Forest Management in Nordic countries, it's usually sufficient to consider three systems: the shelterwood system, the group system, and the selection system. I will not go into detail of what that entails, but there's a little bit, just the main differences is maybe that latter, the selection system, you take out single trees and aim to establish more or less continuous or a sense of being in the forest all the time, while the two others are you have just an overlap between generations of trees. Like the shelterwood is the classical example. You just leave, like say, 20 to 40 trees per decade, 200 per hectare maybe. Leave them there until you have established a new generation of trees like this, or a little bit smaller, and then you gradually take out the biggest ones. It's overlap. But the selection system, you aim to have a continuous, just picking out some of the larger trees in each stand entry. There are some differences that requires, for example, that you might have to go in more often than you do with a clear cut system, at least if you don't do thinning. Yeah, but
Possibilities today, and that brings us over to conversion. If you consider the selection system, which is likely perhaps considered the most attractive from a recreational or aesthetic or biodiversity point of view, we have today quite limited areas that are suitable for this system, because it requires a stand structure like you see behind me here with many small trees, gradually fewer and fewer big trees that dominate in the canopy. And since we have done mostly even age management since World War II, and not so much thinning, most of our more or less mature stands today, they are quite dense, even-sized, and quite prone to wind felling also, if you do start messing around with partial cuttings in there. So that is why we started this project to test conversion practice. The demo project, we call it. So the research question is, can a multi-storage stand structure suitable for the single tree selection system be developed if we start, and the thinking here is we start, instead of creating this vertical structure from the start, we aim at first establishing a horizontal variety, which we can then later on develop to a vertical differentiation. And it has its origin from North America. It has been my colleague at the university, Andreas Brunner, been adapted and described as it can be applied for spruce, Norway spruce in boreal forest. So that's what we're testing. Whether it actually works, that remains to be seen, but at least we're trying it. And what has been done previously of conversion in Nordic countries, I mean, it's very, very limited. The Swedes, I think they've done some with very heavy thinning, also really heavy thinning to initiate regeneration. But modeling studies suggest that you will cause quite significant loss in timber production before you have completed this conversion process. So that's where we're trying something else. And the method is called variable density thinning, that method that has been adapted from North America, Western North America. And its principle is like that, somewhat schematic illustrated. If you imagine a system of different cutting intensities, this is a block 20 by 30 meter, which we divide into 10 by 10 treatment cells. And then we combine making skips, also skips, that means that you do nothing, you cut nothing, just leave it. And this is what we do it in relatively young stands, almost the same age as you see a lot of around here in large, maybe 10, 15 meters tall. You have to start early. And then in between this skip, in addition to the skips where you do nothing, you have the gap where we do cut everything except understory trees and stuff to try to create regeneration in those gaps. And in between, we release 1 to 4 trees by crown thinning. And crown thinning, that is simply releasing the dominant by cutting the, let's say, 1 to the 2 nearest dominant. So we aim there also to try to strengthen those most sturdy trees that are by removing their biggest competitors. And as a side effect, this will also increase the vertical and horizontal stratification in some way. That's at least the idea. And so when you then think that this is repeated over a stand, like this, for example, it's a system that you apply like a chessboard. But what you see here in this gray or whatever, it's like gray zones, that is the machine trails. So we have to adapt this so it works with modern forestry machines. With machine trails, have to be about 20 meters apart for the trees or the crane to reach the trees in the middle zones. And 10 meters is quite a practical distance because it's about the maximum length of the crane of the big harvesting machines. So this is what it So this is what it looks like when you just draw it on a map or a principle. In practice, it can look something like this. This is a remote sensing based image from a drone taken in the first cutting we did with this method in Åsnes Municipal Forest. And you see there clearly these gaps and the machine trails in between. You don't see the thinning treatments, of course, that clear.
And I said the idea is to start in young stands because it will inevitably take many decades for the slow growth of our forests before we can expect that they will develop a structure that is suitable, so varied enough to try to do this selection cutting. And what we're very concerned about is also quite relevant for Iceland, I think, wind throw risk. Also, we know that the wind throw risk of trees, it increases like exponentially with increasing height. So we, both due to the time aspect and the wind risk effect, we see it as beneficial to start early. And we here think about the thinning stage of the forest. 10 to 15 meters. Maybe it could also be started earlier already in young stands, but we haven't tried that and are not testing that in this project. So this is in a way, what should I say, it's a little bit breaking new ground in the way. We try out something that we are not absolutely sure is going to work, but let's see. We have no long-term results, of course, but I will come back later on to some preliminary experiences that we have about it. But if you are interested in how it's applied to Norway spruce, you can read about it here, an article in Scandinavian Journal of Forest Research that was published last autumn by Andreas Brunner, professor at the university. So what have we done so far? We have planned this project. We planned 30 practical operations. 6 of them have so far been regular operations, 3 what I would call other operations, and 5 of them have been established as long-term trials. What I mean about that? So we're a little bit, we have completed almost half of what we promised in the project. This is an example of a regular operation, seen again from above. You have here at the left again the same I showed you earlier. And the one to the right is another example where we try to modify this concept a little bit to fit a little bit better to stands where we also have mixed in some pines, which is more light demanding species. That means that gaps were made a little bit larger and tried to think about that. More later on, we've also been thinking more theoretically how we should adapt it to more light demanding species, because it's absolutely a need to think about species mixture for the future. We cannot just think about pure stands considering climate change. Mixed species will be important, so have to bear that in mind. But this is more a special case. We were contacted by a forest owner that had suffered severe snow damage in the stand. And he said that he wanted to try this method. Can we really, instead of clear cutting this stand, it was quite significant, many tops were broken and so on. Let's try to, see if that can work. So this system was in a way adapted also to that, picking out clusters of broken trees and individual trees that were broken as thinning. And then the final result, it doesn't match quite perfectly with the system as planned, but it still can perhaps serve as a good starting point for initiating new regeneration and a stand structure in the long term without having to clear cut everything in this young forest where many trees are still growing quite well. This is how we do the long-term trials. Here we do more detailed measurements, as we want to, of course, have long-term observations to see how this affects growth and yield and regeneration and so on for the future. So we recognize this experimental design here with 1, 2, 3, 4, etc. That means that you release 1, 2, or 3, or 4 trees by crown thinning, and the GNS is the gaps and skips. And it's organized like this with the center experimental plots, and the orange is a buffer with similar treatments. And then one of the trials that we harvested last year is the one in an example in mid-Norway, Levanger. We also have implemented here a thin control, doing nothing, and a pure plot with only crown thinning to have as a reference. And this VDT study is the big blue area. The red is the machine trails. So what do the machine operators and the practitioners think about it? They are often viewed as maybe conservative, but definitely not. We got a hand over here, pretty young guy. I think he was 22, had 2-3 years of experience with the thinning.
And they did it quite well. Also, the general practice in Norway is this typical low thinning, where you pick out smaller trees regularly. They have never tried crown thinning, and definitely not variable density thinning as it's described here. So they have no experience. And how did it work? With him and several others that have tested this in this trial stands, the message back to us is that learning and applying this layout was quite easy. It matches with distance of the crane and everything. It was not so difficult. But the crown thinning concept was more difficult. They tended to go back to their standard practice of taking out the smaller trees, so they have to kind of wake, oh, what am I doing now? But that can be solved, of course. And another experience is that you need large machines, even though this stands with, at the thinning stage, not so big trees mostly, but usually there are some big ones over there. And you need the force of the machine to fell them over without making damage. Another thing, no side effect, but we also flew these stands with a scanner and ground-based LiDAR scanning. And it has been implemented in this digital twin at the forestry school in Sønsterud, using the data from this gun stand, where the machine operators can try different thinning techniques and so on. It was not the main goal of the project, but it was quite fun. It can be used also in this context. And what did the machines operators say about, or the data tell us about operational efficiency when you do thinning with these logging machines? And we see that so far we haven't done all that many time studies, but some. And this distribution of working time with different operations, like reaching out with a crane and driving time and so on, it resembles very much what is known from ordinary thinning. It's not a big difference. It also seems that outputs in cubic meters per hour are generally good compared to standard low thinning, because you take out quite many trees by establishing the machine trail first. The gap is kind of clear cutting, and the thinning, in contrast to the standard way we do thinning in Norway, you take out trees that are on average a little bit larger, because you take out the dominance that competes to another dominant. So average tree size is pretty high, and that's a critical factor for the time consumption in thinning. And what is the quality of the forest operations? Pretty good, actually. There haven't been much damages, really. At least not visually observed. We haven't been able to record it in detail, but just going through each stand after the harvest, and it seems like it can be done without causing more damage than we would expect from a normal thinning. But there will be, of course, some post-harvest damage. For example, next to the gaps or the roads, by snow bending, some of the smaller trees, as it was there, they've been falling over. And that's to be expected, but it will also happen in a normal thinning. So probably not worse than standard practice. But what we have seen also came quite recently. This, for example, this variable density thinning trial in mid-Norway. We had a huge storm in January this year. That was with unfrozen ground, and we were a little bit excited. Do they call us now and see that it's ruined? And yes, there was some damage, wind damage. But it appears that it wasn't worse than that the structure and the goal of the experiment can be achieved. And a second storm hit, and now we really don't know what happened there. You have to do an inventory. But the other plots that we have established have been doing well so far. And I think I'm going to. So this wind throw risk is, of course, especially with spruce for us, it's a major concern. Same storm in January we had in mid-Norway. It has affected many of the silvicultural trials that we have, not only with VDT, but also with ordinary thinning spacing in Norway. And we're going to have a job now in May when the snow is gone to see how it has affected our trials, the concern. And we know from some preliminary studies, for example, there is a single tree selection trial, plot number 145, was maybe half of the volume was blown over, and a nearby thinning experiment was also, you can see it's a well here maybe, but
see it there on the next slide with a close-up, same trials. Many trees has been blown. So what I want to say with doing this sidestep towards this experiment, even though we have some wind damage and have a risk of wind damage with such kind of management that I've been speaking, I think we have to bear in mind it's maybe not exclusive to this kind of forest management. This thinning trial was thinned 15, 20 years or many years ago. Still we have this damage. So, but of course, right after the thinning, the spruce are quite vulnerable, for sure. And I think that's maybe one of the arguments that we hear from forest landowners also, when they're hesitant to trying continuous cover forestry, that risk of having the trees blown down. And also root rot is a major concern of the forest owners in some parts of the country. So this was a little bit a taste of what we're doing. Whether it fits to large plantations that we see around there, I cannot tell, but maybe you are better to judge that if it's possible to increase the structural variations. And I would advise you to, as I said in the beginning, to start, if that is the goal, start think about it, maybe already now, when trees are not that tall already, and you can do a lot of things without having the great risk that they will blow down. Yes, thank you. Thank you very much, Axel. Axel will not be in the panel, so please ask your questions. We give some more time for questions now. Thank you, Axel. One question: when will you go in for the second time? How will it plan be? How will it, continue this? Yeah, of course. When will of course vary with this productivity and the development of the stand. But one thing you can see with this skips where you do nothing, these are areas that you either could leave for biodiversity retention, some of them, and the rest could be for opening up new things in the future. But you can then think of the next harvest entry as something you would have to continue the thinning, and maybe that will be a more relatively expensive thing than the first one, because then you've already taken out the trees in the slip roads, and it will be more like a selective thinning. You will continue selective thinning. You will do on the trees and grow further. So even though we see now profitability in the operation is about the same as we used in thinning, maybe the next one will be more cost a little bit more, I think. You actually partly answered, but this kind of group selection system is really, really interesting. And of course, there's a great demand and pressure over. It's also a little bit not only next silvicultural population, but what is, the rotation there of the spruce is something in the 80 years or 100. But how long time will it take when you come in 50-meter stand until you have continuous canopy? We have not done any detailed modeling exercises, for example, to study that, because models that we have are not suitable to study. But just for a rough anticipation, I think 50 years is probably the time frame we're talking about that, plus minus, maybe plus even. Patient. Yeah, thank you for your talk. Have you done any analysis or modeling on how strong winds these stands can tolerate? Because like this year in Iceland, I'm sure you have bad weather in Norway, but we certainly do have very bad weather here often. Very windy conditions, so it's interesting if it's possible to do this year. But whether you know that the upper limit of wind strength that these sorts of stands can tolerate.
Yes, independent of this project, but we have a colleague of mine, Morgan Merlin, for example, and colleagues, they have made now assessments or calculations of the critical wind speed based on the forest scales model that was initially developed in the UK. So that on the pixels that we have in this forest resource map of Norway, which is remote sensing based, you have have derived the critical wind speed that the stands are likely to tolerate. And as I said, also, of course, the height of the stand and the density is one of the input criteria that they use to calculate this, even though I don't know the exact details. But so from then you can anticipate it in some way. On the other hand, predicting wind risk and how the weather side of it is a little bit more challenging. But from the tree stand, at least have I think we have now with this map, critical wind speed map, an indication that can at least help. But there are, of course, many factors also, not only the trees and the wind, but soil conditions, which is maybe are unlikely to be perfectly represented in such a map. It's the first step, at least. Má ég segja eitt? Þetta svo tengt. It's not a question, but ég mun okkar að segja ykkur að þetta akkurat mitt í blinkan eins og segja normennir að þetta umhverfisverkefni hans að við fengum mikil storm hér í febrúar, 2 daga, upp í 40 metrar á sekúndu og það brotnaði alveg gríðarlega mikið hérna í skóginum Hallastað og í nágrenninu. Nýgrisjaðir reitir brotnuðu, kubbuðust sundur, mest kubbuðust í sundur trén, en víða hér í skóginum eru gamli reitir 50 ára og eldri og fyrir löngu grisjaðir, þeir rústuðust niður með rót og öllu saman. Þannig að það mölbrotti hér allan skóg, nýgrisjaðir reitir, löngu grisjaðir, það allt litrófið. Þannig að, já, áhugavert. Axel, I'm going to take it in English. So I just want to present you an Icelandic scenario, and we can do some imagination together. So in this area, and also in the north, larch is a dominant species, more or less. And we are at a pre-commercial thinning stage, and also we are just getting into the first thinning stage. So if a forest owner or a state forest manager wants to convert a larch plant, we know that larch here in Iceland, it germinates not very well, and we have little natural generation in larch so far because of 2 cold summers. So if we imagine a scenario where we want to do a conversion of species and establishing a mixed stand, could we picture a model like your thinning model, but combined with planting of a shade-tolerant species inside the larch, like spruce? Would you see that a model like that could work for us? Without pretending to go too much about the ecology of the larch, my answer would be, is my personal answer, would be yes, as a combined with gaps and thinning and underplanting of a more shade-tolerant species in larch. I think it will be worth thinking about it. I recently also came over a study. It was not with the large species that you have here. I think it was from Korean experiment, but they have tried this with the underplanting of some kind of spruce species or Abies species that appear to be quite successful, at least initially. So, yeah. And also for us, also whether this natural regeneration will work in this stance is a key question. We have also in parts of Norway substantial challenges with natural regeneration of spruce due to cold climate and long time between seed years and so on. So underplanting is definitely something to consider if you want to achieve a goal and willing to pay the price. Just a quick question. Do you see any pattern between the windfall and the thinning lines of the machine where it goes, or is it evenly spread over?
the feedbacks that we have from those guys that were out to make a preliminary assessment of this damage that they've had, then the answer is yes. There seems to be a quite clear tendency that the trees growing next to these machine trails are particularly vulnerable, which is not very surprising, really. So, but so far I don't have any data to back it, but that's the visual impression that I have reported back. Okay, thank you so much, Axel, and let's give him a big applause. Thank you so much. Nú komin næstu glærum hér. Sameiningartákn okkar stofnana komið á svið og Ólafur Eggertsson ætlar að tala stöðu timburvinnslu á Íslandi og það svona, þú verður að lesa hérna því Óli, þá sé ég að þú svolítið svona skandinaviskur með e-mailadressuna inn á báðum stofnunum, það olía. Gjör svo vel, Óli. Já, komið sæl. Ég semst 50% að vinna hjá Landbúnaðarskólanum og 50% stöðu hjá Land og skógum. Ég ætla að ræða við ykkur aðeins stöðu svona timburvinnslu á Íslandi og þetta aldrei svona hratt yfir. Og eins og við sjáum þessari fyrstu mynd, þá erum við þetta með timbur, skóga sem þurfum að grisja og nú komum svona að fyrstu svona commercial thinning eins og við hefðum aðan. Einnig spurningu hér. Og það sem við gerum núna við okkar grísunum við, það að þetta fer í kurl, þetta fer í viðarperlur og þetta fer í eldivið. En við viljum þetta nýta timbrið mun betur og búa til borð og planka. Svo yfirskrift þessara ráðstefnu frá plöntu til planka, þannig ég mun tala aðeins planka. Viðargæðin í íslensku efni, það rannsakað svona síðustu árum. Og það kemur ljós að okkar timbur hefur þetta sömu gæði og allt annað timbur í heiminum. Nema kannski, við erum með þetta með aðra tegundir, við erum með þetta með tegundir sem ekki mikið í ræktun erlendis, tré sem ræktuð á opnu landi. Og okkar síberíulerki, það virðist koma best út, sem hæstu rúmþyngd og rúmþyngd segir oft mikið viðargæðin. Og þarna eru þá tölur yfir hérna beygjutog, þol og stífni. Við skoðum aðeins hérna sitkagarinn á Staðarfirði, sjáum við að hérna sitkagarinn aðeins flokkast aðeins betur í styrk. Þrátt fyrir það að rúmþyngdin sé lág. Þannig að sitkagarinn er algjört úrvalsefni, lág rúmþyngd og mikill styrkur sem dálítið svona, já. Öspun okkar kemur ekki jafnvel út eins og barviðurinn okkar. Og það dálítið breytileiki líka í klónum, samvægt við rúmþyngdina og þá líka samvægt við styrki. En við skoðum aðeins hérna þessar tvær myndir. Þetta er svona flokkun, þetta er dálítið lítill skjár, en sjáum hérna úrvalsefnið, skoðum hérna fura 1 og greini 1. Svona timbur viljum við fá ef við ætlum að nota það í byggingarnar. Við viljum hafa mjög lítið af kvistum, þannig að brotni ekki við kvistina. Þannig að efnið sem í þessum flokki flokkast auðvitað sem úrvals byggingartimbur. Alls staðar í heiminum í dag þá er að nýta allavega timbur, jafnvel lélegt efni, eins og við sjáum þarna til sem er þá flokkur 6 sem er svona úrkast ágætt. En erlendis, í Kína og svona stærri löndum, það eru konar mikla vélar sem hérna klippa bara burtu hérna kvistkransana og svo allt límt saman. Og ef þið farið í hérna byggingarvill í dag eða kaupið útihurð eða eitthvað annað, þá er allt límt saman eða fingrað saman og fingurinn er jafn sterk og timbrið sjálft. Þannig við getum örugglega í framtíðinni nýtt lélegt efni ef einhver skyldi nú kaupa vél til að fingra saman. Það er þetta dálítið fjárfesting. Þetta mun allt koma í framtíðinni heima. Það sjáum þarna myndum við hliðina þessa litlu, hvernig þetta er fingrað saman. Og þetta er tekið af útihurð sem keypti nýlega og setti á sumarbústaðinn. Allt fingrað, allt svona 30-50 cm bitar, kvistarnir teknir út og fingrað saman. Og fær þá sömu styrk og sömu ending og úrvalsefni. En þetta er auðvitað það sem við stöndum fram fyrir. Við þurfum að hirða belinn og skógan okkar og grisja þá vel. Þannig við fáum úrvalstimbur eins kvistlaust og hægt er.
og með gott sæmilegan þéttleika líka, það er rúmþyngdin verður meiri. Hérna er þessi viðarmarksspá sem ég kannski sýnt okkur áður og Arnór og fleiri hafa unnið. Hún er reyndar orðin hérna nokkra ára gömul. Það sýnir svona í stórum dráttum að magnið í okkar skógum er alltaf að aukast, það sem við getum nýtt úr okkar skógum. Og líklegast eftir svona 5 til 10 ár þá ættum við að geta tekið úr okkar skógum 50.000 rúmmetra. Svo sjáum við hvernig þetta þróast og þarna, getum alveg farið líklegast upp í svona 100.000 rúmmetra á ári eftir svona 50 ár, sem er tónlega mikið magn. Þetta er þetta blanda af grísina við og svo kannski verði eitthvað svona continuous forest cover og þá fáum við fallið tré líka, stærri timbur. En hverju er það stunda viðarvinnslu á Íslandi í dag? Það er þetta Land og skógur í Hallormsstað og í Þórsárdal og í Vaglaskógi er einhver vinnsla í gangi. Svo er þetta skógræktarfélögin eins og í Heiðmörk, þeir eru þetta með sína sægir. Skógræktarfélag Árnesinga á Snæfellsstöðum er með aðstöðu til að vinna borð og planka úr sínum trjám og fá líka til sín tré úr bæjarfélögum. Kjarnaskógur er með einhver litla vinnslu og geta sagað í borð og planka. Síðan er það þetta hérna okkar hérna stærsti svona einkaaðili sem er að framleiða úr íslenskum efnum við og þangað förum við síðar í dag og skoðum. Það er þetta Skógarafurðir EHF, Bjarki Jónsson sem er þar í forsvari. Og þið sjáu þessar efstu myndir eru frá honum, frá hans heimasíðu. Og hann er að nýta timbrið, sko, svona litlar einingar eins og skógarafurðir. Þá er hann í kurli, hann er í eldivið, hann er í klæðningum, hann býr borð og planka, eitthvað af þessu efni fyrir bara í byggingar. Hann nýtir semst allt hráefni sem kemur inn og nýtir líka undir hesta, sægið og allt saman. Þannig að það er svona það sem við erum að stefna að þetta, að nýta. Við getum ekki bara verið að saga kannski, við þurfum að framleiða eldivið og annað. Þannig að það kemur þetta best út. Svo kannski nefni hérna tandrabretti. Við munum fá fyrirlestur frá þeim, held ég, hvort það er í dag eða morgun. Og þeir eru að framleiða viðarperlur úr íslensku efni og blanda þetta kannski einhverju svona erlendur sem fellur til úr brettum og öðru. Svo eru annar framleiðslu sem fá að vita meira seinna skífur til dæmis utan á hús. Já, höldum áfram. Og við skoðum aðeins bara þessar viðarafurðir sem eru skrásettar sem kom út úr íslensku skógum í dag og förum hérna, kíkjum fyrst á þetta fyrra 5 ára tímabil. Þetta eru meðaltalstölur frá 2014 til 2018. Við sjáum það að við erum að þá að vinna úr 5.000 rúmmetrum á ári. Mjög litla tölur í svona alþjóðlegu samhengi. En hérna, það sem við erum að vinna úr okkar tímur á þeim tíma er aðalega þá ariviðurinn og svo er það hérna kurl og iðnviður og síðan er það bólir og borð. En svo færum ykkur aðeins fram í tíman, síðustu frá 2019-2023, þá séu það að framleiðslan hefur aðeins breyst og við erum greinilega að framleiða mun meira af hérna bóli og borðum. Það er þessi hérna græni hluti. Þannig 50% af því sem er unnið í dag fer í bólviður eða þá sagaði borð og planka. Þannig að það farið úr kurlunni yfir í meiri nýtingu á bólvið. Hérna sjáum við hérna bara skógarhöggið, hvað við erum að höggva mikið. Skógarhögg í rúmmetrum 2020-2024 hérna. Hérna megin fyrir hægra megin. Og þið sjáum þetta alveg breytilegt. Þetta er fyrstu töluna sem við, þetta er einu tölun sem við eigum, sko. Við eigum þetta. Þetta er það sem er höggvið í skógur. Þetta er svona, 6.000 meðaltali svona 4.000-5.000 rúmmetrar á ári sem við höggum í okkar skógum. Þetta fer í loftslagsskýrslunans Björsa og Magnús. Og þarna sjáum við verðmæti viðarafurða. Þetta verður tekið saman í skógritinu. Þetta er ekki uppreiknaðar tölur, þetta er bara rauntölur fyrir hvert ár
og þið sjáu það árið 2021 verðmæti afurða á Íslands skógum 350 milljónir. Þetta bara eftir að aukast og það hafi aðeins lækkað í þessum tölum hér. Og hvað erum við að byggja þá, eða hvað erum við, í hvað notum við okkur við? Svona ef við tökum bara, hvað gerum við plankan á allt það, borðin sem við sögum. Og frægasta dæmi hérna sem var alveg fyrir 20 árum síðan, það var þetta salurinn í Kópavogi, klæðning sem það var þar á vegg. Svo var svona, já, ein límtrésbrú, sem var hérna svona, já, þessi miðunni hérna uppi. Það var hliðast á Lerki. Svo hefur verið unnið tónleika mikið úr Ösp líka, svo var hérna brúin á Þingvöllum og ýmsar klæðningar og viðarskífur. Þetta var svona sem kom fyrst, getur maður sagt, þetta er svona eldri myndir aðeins. Það er bara svona dæmi, skemmtilegt að hafa einhverja myndir í fyrirlestum. Hérna er svona aðstæð fyrir ferðamenn í Fjarðargljúfri, Skaftárhreppi, Ytra-byrði hússins úr Sitkagreni, sem við kemur frá Tjumastöðum, gróðsett 1950. Svo sjáum við þetta klassíska, gestastofan, hér á Fljótsdalshéraði í Vellanesi, sem mest úr Alaskaösp, úr eigin skógi. Síðan það þessi áningarstaður á Laugavatni, það er efni úr Þjórsárdal og Haukadal. Og það er svipaður áningarstaður verið að leggja lokahöfn á, held ég, í Sólbríkuskógi á Reykjanesi, Skordafélag Suðurnesja, Blitreisa. Ég held að það sé nú komið. Og síðan er það þessi fallega brú yfir Þjórsá fyrir gangandi og hérna hjólandi og fyrir líka björgunarsveitir geta farið þarna yfir á bíl. Þetta er sem sagt stálbitabrú en allt efnið í henni sem sagt sem heldur uppi er límtré úr Sitkagreni sem er hérna þessi límtré Virnet hérna bjóð til bita úr. Þannig verið að líma sama sem Sitkagreni í hérna límtré úr íslensku efni. Svo bara dæmið þarna mitt. Næsta myndin hérna sýnir svona innflutt efni og það þarf að vera CE-merkt. Þá vita meir þessar vottanir sem þurfum að skilja fókusin fyrst. Já, hann er bara falleg mynd á þessari brú. Og síðan er ýmislegt annað sem við unnið að, það er ýmislegt handverk og nýtjahlutir úr íslensku efni, svona vöruþróun. Eitt dæmi sem var fyrir svona 20 árum síðan, það var svona duftgerð samkeppni að búa til eitthvað nýtjahlut, já, úr íslensku efni. Og svo var hérna samstarfið EPAL hérna, þegar það hafa verið bestelið fyrir austan, að búa til einhverja hluti sem var þetta fjöldaframleita og selja og þannig er þetta fæst mikið verðmæti úr ítlu efni eða hönnun á einhvern nátt sem er hægt að selja. Hérna er bara dæmi frá honum Björnstína Blúmenstein, hann vann að verkefni með okkur, með Skordafélag Reykjavíkur og það sem okkar á Mókasá. Og það var svona vöruþróunarverkefni þar sem hann bjóð til nytjahluti, húsgögn og annað og íslensku efni. En það sem við fyrir að svona út í heim kannski og þá er það sem við erum að kaupa núna inn. Það sem við erum að gera í dag er þetta timbur, burðarviður og klæðningar sem við erum að framleiða með þess að snaga í bólaplanka. Einhvern tímann getum við farið að búa til kannski krossvið, spónaplötur. Þetta er bara þessi klassísku vörur sem við kaupir í Bíkó úr hérna skógum erlendis frá þetta í dag. Allar þessar mismunandi plötur sem eru framleiddar úr tréspæni sem er pressaðar saman eins og þess að OSB-plötur sem er mjög vinsælar og mikið sala í þeim. Svo eru ýmsar aðferðir við að búa til einingar úr timbri. Það eru þetta límtréð og þessar krosslíndu timbureiningar. Nú er límtré Virnet sem byrjaði að flytja inn krosslímdar einingar og bjóða þetta til sölu. Innflutt efni sem sagt. Í framtíðinu munum þeir líklega geta notað. Þeir eru að flytja inn allt sitt greni þegar búa til límtréðsbitina og við getum farið út í að búa til sitt eigið krosslínda timbur og þá þetta vilja það verið gaman að fá íslenskt það líka. Og svo allavega plankar og ýmislegt þessi létt og svo létt hérna timburkerfi sem mikið sem við það með einögnum milli fljótlegt að reisa. Hérna sjáum þið bara hvernig límtréðið lítur út og við förum aðeins aftur.
þá þarf ekki alltaf að vera styrkleikaflokka timbur, 100% styrkleikaflokkað í límtré, það má nota líka verri gæði, eins og við sjáum hérna fyrir ofan mig hérna hægra megin, það sem þá lakara efni í miðjunni. En kannski þetta eru flokkar í styrk, T15, T22. Þannig þetta blanda efni saman. Og já, hérna, þið vitum þetta að timbur er mjög vistvænt, miklu lægra kolefnisspor og allur rekstur við byggingu og timbri er mun hagstæðari heldur en nota steypu og stál. Og svo krosslíndu timbureiningar þeir var upp til rúms alls staðar í heiminum í dag. Það er kostirnir auðvitað, þetta er léttari efni og það er minni kostnaður flutning og annað, styttri byggingatími, minni tími til þess fyrir vinnupall og annað. En það sem ég næstu búið með tíma minn, þá ætla ég að fara aðeins hratt yfir, fyrir ekki að það. Bara sýna okkur fallegt hús sem er byggt á krosslíndu efni og það væri gaman að gera svona hús hérna heima á íslensku efni. Og svo bara svona til gamans, þá sjáum við hérna hæstu byggingu sem er risin, hún er þetta í Noregi, 18 hæða timburbygging, Mjøs, Tónett í Noregi, hæsta timburbygging í heimi, 2019. Svo ætla ég að sýna ykkur hérna líka, það er ýmsar gerðir timburbygginga á þetta getur verið þetta einbýliða raðhús eða íbúðarblokkir og svo er hérna einn Svisslendingar ætla að slá metið hjá Norðmönnum og sú blokk verður 100 metra há og á verður tilbúið næsta ári. Hún er 15 metrum hærri en norska húsið. Svo hérna líka Svíarnir hafa verið að byggja heilu vindmjölunar úr timbri og límtré. Svo fyrsta er risin, hún er ekkert mjög stór, hún er bara 2 megawatt, ég held að við ætlum að risa held í einhverjar 4-5 megawatta. Flest þessu verkefni sem er í gangi hér, það er allt úr stáli, áli. Já, og framtíðin, já, okkar er þetta að hafa svona meðalstóra sögunarmýlur sem eins og við fáum að sjá kannski seinni í dag, það sem allt efni sem kemur inn er nýtt í afurð sem er seltar. Og svo eru ýmis skemmtileg verkefni í gangi, það er til dæmis hérna þróunarsvæðið í Keldnalandið. Það er mikill áhugi að nýta íslenskt efni sem mest og ég vil að byggja eitthvað svona koncepthús úr íslensku við. Og svo er Fljótsdalshreppur, þeir eru dálítið framalega, þeir eru búin að hérna skipuleggja lítið hverfi sem heitir Hamborg, sem er hérna í Fljótsdal. Og það er hugmyndin að ég vil að byggja hús, eða ég vil parhús úr íslensku efni. Og svo bara vil ég minna á að það er ýmislegt efni til hérna nýtingu íslensku viðar og gæðin og nýlega skýrsla sem félag skógarbænda á Suðurlandi í samstarfi við Eflu gaf út bara fyrir nokkrum mánuðum síðan og við hvetjum ykkur að kíkja á það og síðan er hérna ýmislegt efni á netinu frá tréprófsverkefninu, hvernig maður vinnur efni og hvernig maður flokkar og annað. Og þá bara, já, nokkur lokaorð, en þið hérna fáið þessar glærur líklega, þannig að þið getið kíkt á það seinna. Svo bara minni ég það að skógar er sjálfbær hráefnisauðlind í framtíðar og 50% af hérna spýtunum okkar er kólefni og það er þetta framlega ýmislegt í staðinn fyrir að nota kól og olíu. Takk fyrir. Og það var ég. Mér langar að spyrja hvort það sé verið að byggja meira úr timbri en steypu. Hvort það við sjáum breytingar í nýbyggingum stuðstæðar, hvort það hlutum sé að breytast milli steinsteypahús og timburhúsa. Hérna heima þá er aðeins aukist notkun á byggingarefni og skráðar Það er mikið flutt inn núna á
tilbúnum einingahúsum. Ferðaþjónustan hefur mikið notað timburhús í sína gistingar og já, en ég veit ekki alveg tölfræðina kringu það. Það er mikið að breytast. Við sjáum auðvitað að það er ástæða verið að nota steypu eða þó. Steypan er þetta hálf íslenskt efni. Fleiri spurningar til Óla? Þá þökkum við bara kærlega fyrir. Gefum honum gott klapp. Næst komið að erindinu sem að Ólafur nefndi. Það er Tandrabretti EHF og höfundar eru Magnús Þorsteinsson og Einar Birgir Kristjánsson. Mér skilst að Magnús hafi skilið Einar eftir í Öskjuhlíðinni, þannig að hann gæti reddað Reykjavíkurflugvelli, þannig að það er Magnús sem kemur hér upp með erindi. Gjörðu svo vel, Magnús. Það heitir Skógarhögg, nei, er þetta, jú, hvað er þetta? Það var Skógarhögg úrvinnsla á Grímsinu við, þetta var annað sem ég læsi dagskránni manni. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér hérna á þetta ágæta þing, gaman að sjá svona marga samankomna. Við erum Tandrabretti við Einar og höfum óbilandi ungmennafélags áhuga á skógrækt og það er náttúrulega ástæðan fyrir því að af hverju við erum komnir á þann stað þar sem við erum núna. En við höfum verið að reka hér fyrirtæki sem heitir Tandrabretti, það er staðsett á Eskifirði og Neskaupstað og þar bjúum við til náttúrulega eins og nafnið gefur til kynna vörubretti og erum brauðryndur í því að búa það til með vélum og einnig erum við með einu svona alvöru vinnsluna á viðarperlum á Íslandi. Svo þurfti náttúrulega að nota þessar og þess vegna stofnuðum við annað félag sem að þið sjáu þarna logoið, lítil versmiða með grænan stromp og það heitir Tandra Orka og þar seljum við heitt vatn eða þá við erum að selja perlurnar til annarra sem eru þá að nota það til húshitunar. Og við seljum svo okkar vörur undir þessu vörumerki sem heitir Ilmur sem að sjáu þarna. Nú, síðan er þetta spurningin, eins og venjulega er einhver þörf á þessari grísi, má þetta ekki bara vaxa í friði þessi tré eins og menn vildi láta þau vaxa í friði í Öskjuhlíðinni. Ég er ennþá með 60 hektara af mínum 120 ógrísjuðum og þið sjáum mig þarna liggjandi á jörðinni, myndin þarna í horninu, þar sem ég lít inn í myrkviðið og þar sem ég er að byrja núna daginn að grísja næst. En það er ennþá þúsundra á héraði sem maður horfir bara á plöntun frá 1990 til 2005 og öll grísjun er náttúrulega forsenda þess að það verði almennilegur planki úr þessu á endanum og þar sem að trén eru orðin svo víða, orðin svo stór að þá eiga þessi keðjusæi ekki lengur við og þessi vélar og víða líka komið að annarri. Nú, við byrjuðum að gera þetta og árið 22 og það er þess að segja að það er Lárus okkar sem ekki nú með okkur í Reddó hefur vann mikið með okkur þar í því ásamt Þór Þorfinnsinni og Gunnlaugi þannig að þeir eiga það ekki skildir að hafa hjálpað til við að drífa þetta á stað en við höfum, þetta verður alltaf aukist svolítið á hverju ári byrjuðum að einhverjum 2000 rúmmetrum, fór í tæp 3, síðan 4 og 5 og mér sýnist að við ætlum að taka niður einhverja 6000 rúmmetra á þessu ári og er þá margnefnd Öskjuhlíð ekki talin með en þið sjáu þessa mynd sem er þarna sem geti hafa verið tekin á netinu. Þetta er nú úr Öskjuhlíðinni, þessi mynd. Nú við fyrsta ári þá vorum við einungis að grísa hér á Austurlandi en fórum aðeins suður en höfum svo haldið áfram og verið töluvert hjá Rúnari og þeim á Norðurlandi og í Skógræktarfélagi Eyfirðinga og þetta svona potast áfram, það má ekki
segja neitt svona stærra það en það. En þið sjáðu að við erum komin með ykkur 6.000 rúmmetra en æskileg nýting á vélunum væri svona cirka 10.000 rúmmetra svo vel væri. Og síðan þetta spurningin alltaf þessi tæki og tól, hvað erum við að nota? Við fluttum fyrstu vélarnar inn sem á svokalluðu tímabundnu leyfi, það að segja að fyrstu 3 vélarnar sem við fluttum eða 4 sem við fluttum inn fórum við nú út aftur. Þær voru annarkvort og stórar, þær voru gamlar, þær voru dýrar og svona alls konar atriði sem við vildum prófa okkur áfram með, þannig við værum með hagstæða vél í þessi verkefni sem þarna eru. En það sem mikilvægast í þessu það að við flytjum inn líka stjórnendur vélana. Við erum með atvinnumenn frá Lettlandi sem að stýra þessu og eru ákaflega flinkir því að þetta svona auðveldari að segja það heldur nýja komast að stjórna þessum vélum og gera þetta vel og grísja vel. En við höfum verið ákaflega heppnir með þessa menn sem við höfum verið með. Núverandi tæki þá sem eru eftir að það þessi vél sem þarna sem fellir. Það Tiger Cat og Akureyri notum við hana það vegna þess að hún hefur ákveðna breidd, hún 2,5 metrar á breidd, þannig að hún hentar vel í okkar svona smærri tré sem við höfum í dag, á belti með dekkjum, með 11 metra krana, þannig að það eins og sagt áður 10-11 metrar, þannig að þá verða raðirnar eða vegirnir með ákveðnu millibili, en af því að vélin svo mjó, þannig ef við grisja til að snemma þá hverfa þessar slóðir meira og minna. Og fellauðin sem við erum með tekur 40 cm, erum að fá nýjan sem verður þá eitthvað aðeins sverar en hann. Nú síðan verðum náttúrulega að keyra þetta út, mjög mikilvægt og það sama, við erum búin að vera með einhverja 3 forvartira eða útkeyrsluvvélar og núna erum við að nota tékkneska vél sem heitir Endrakon og það sama, hún á svipaðri breidd sem að verður til þess að þetta á svona vel sama. Nú síðan til þess að flytja þetta efni því að við kaupum eins mikið grísjuna við getum til þess að nota í okkar framleiðslu að þá eigum við líka svona skógar bíl sem við köllum eða timburflutningabíl sem töluvert mikið notaður. Nú hvað framleiðum við svo sjálfur tandrabretti úr þessum grísjuna við? Nú við gerum aðalega, eða stærsti hlutin notaður í viðarperlur eða wood pellets, við notum þetta orð viðarperlur, það var til á svona þykki. Óskar Bjarnason kom með þetta orð að reyna að nota þetta í staðinn fyrir pelletur að hafa perlur og höfum við notað það síðan. Við framleiddum á síðasta ári í kringum 2500 tonn, það bæði úr grísjuna við og svona efni sem fellur til í nágrenninu, þar að segja eins úr álverinu eða okkar eigin og þess aftar, aðalega svona gömul bretti eða allavega allt hreint timbur. Nú við erum með framleiðslu á Eskifirði, við gætum framleitt 5.000 til 8.000 tonn, þannig að við höfum mikið verk að vinna að bæta við og selja meira. Og þess vegna hófum við að reyna að kynna á Íslandi að framleiða orku úr við og þessar viðarperlur og höfum gert það. Til dæmis ef að þið farið í sturtu hér, þeir sem hér búa eða þóðu ykkur hendurnar og fáðu ykkur heitt vatn, þá var það framleitt úr viðarperlum frá okkur, kyndistöðinni hér við hliðina og við keyrum þar og hitum öll þessi hús sem hér eru. Það gengið ljómandi vel og við höfum einnig kynnt fjarvarmaveituna á Neskustad, skóla, sjúkrahús og annað slíkt þegar að rafmagnsskortur hefur verið. Þannig að við erum búin að sanna þetta konsept og það hægt að nota þetta og verðið ekkert hærra heldur en á rafmagni í dag og auðvitað miklu lægra heldur en á olíu, fyrir utan náttúrulega umhverfis áhrif sem eru náttúrulega mun minni. Og síðan hefur við verið á fleiri stöðum, Korturkun í Vallanesi og gróðurhúsin þar og annað slíkt, þannig að endilega ef að þið sem búið á köldum svæðum og hugsaðu ykkur til nýrra kynningamöguleika þá þetta góður kostur og þannig neðra á myndinni þar sjáum við hvernig við gerðum þetta á Neskustad, þar gámur, ketillinn í miðjunni, hlaðan til annars endans og safn geymir í hinum endanum. En þetta við gengið sem ljómandi vel og gaman að því að hafa sannað þetta konsept að þetta hægt og á alveg við hér
í okkar landi með allan jarðhita og hvað sem helst. Nú, síðan það þessar tilraunir sem ég tala alltaf við erum alltaf að reyna að nota, að búa eitthvað til úr þeim efnivið sem við höfum. Við höfum ákveðna stærðar trjár og stórar en þá þannig að hvað getum við búið til. Og við eignaðist vél til þess að búa til girðingarstöðra, við höfum gert töluvert mikið af þeim, en það eins og alltaf með einhverju uppfinningamenn, þeir geta búið til 100 stykki, 1000 stykki, svo markaðurinn búinn að taka vel við sér og þá þarf að skala upp framleiðsluna. Það að segja við getum ekki gert meira með höndunum. Við þurfum að fá stærri vélar og það býður þá einhvers næsta verk hvort við gerum það eður ei. Nú síðan höfum við gert viðarkol, við sjáum þarna neðst til hægri frá ykkur, þar græja sem ég fluttum inn til þess að búa til viðarkol sem að nýtir aftur viðargasið til þess að kola sig og alla þessar hluti getið séð hérna í hvíta gámnum hérna úti. Ég var í hádeginu, ég verði í hádeginu aftur á morgun og ef einhver vill líta þarna inn, þá eru þar bæði kyndigræjur og sýnishorn af öllum þessum framleiðsluvörum sem eru svona misjafnlega komnar. En ég vonast til að við getum keypt íslensk viðarkol á næstu bensínstöð í sumar ef að einhver af supermarkaðskeðunum tekur undir við mig að vilja selja þetta fyrir okkur. En varan til. Það er svo skrítið að ég var fyrir nokkrum dögum, þá var ég að taka til á háloftinu og þá rækst ég á þetta blað sem heitir Þór og blað Sjálfstæðismann á Austurlandi og þetta blað sem hefur verið gefið út 5. mars með setu 1965 og þar verið að rapportera tillaga Jónasar Péturssonar til þingsályktunar að rækta lerki á Fljótsdalshéraði til framleiðslu á girðingarstöð. Mér fannst þetta einhvern veginn svona skrítið að ég skyldi finna þetta þegar ég var að róta í einhverjum kössum og henda á háloftinu í Miðhúsaseli, en það er svolítið merkilegt hvernig það hefur orðið til og það er akkurat það sem við erum að gera núna. Nú síðan þetta framtíðin, það þá bara klárt að við þurfum að gresja, við þurfum að gresja mikið og halda því áfram, ekki af því ég vil endilega fá vinnuna, segi ég vil upp í 10.000 rúmmetra, heldur það ljóst að hlutfall flettiviðar sem núna kannski 10-15% í hver skipti sem við gresjum, hann eykst í hver skipti. Og vara eða hráefni fyrir mína aðalvinnslu sem þessar viðarperlur, það eykst í leiðinni vegna þess að þá verða til öll þessi bök, allt þetta sag, allt þetta dótari sem notað í það. Þannig að það að gera að mesta þessu og þess utan eru við með ný verkefni í farvatninu sem við vitum og aðrir ekki sem varðar viðarkol og sem við erum að skoða mjög alvarlega og verður til þess að það nýtist á meira af þessum sem verður til. Nú, eins og ég sagði áðan, við erum með sýnishorn af þessum framleiðslum og tækjum, það velkomið að skoða. Við erum með alls konar ofna og drall og dót og síðan kyndistöðin sem hérna í húsinu, svona hobbitahús og skrítið hérna við hliðina einmitt hérna á íþróttahúsinu og það opið, þannig að það sjálfsagt að líta þar inn, það gerist ekki, þið sjáuð ketilinn sem þar inni fyrir lítið fyrir honum og það hvorki háað eða reykur, heldur bara hiti og notaleg heitt. En bestu þakki fyrir áheyrnina, sé ég búið með tíma minn, allar spurningar og endilega skoða það sem upp að bjóða og þakku kærlega fyrir áheyrnina. Einhver ein spurning? Já, takk fyrir. Bara ein spurning varðandi viðarperlurnar. Sama framleiðsla á því sem fyrir í undir dýr og fyrir orku? Eða breytið eitthvað framleiðslunni? Það sama vara? Nei, það getur verið sama vara. En það hefur hægt að langsamlega best að vera með hreinu hlið, það að segja við höfum notað langsamlega lerki í verðstöð.
Og það er ástæða fyrir því og við erum nýbúin að fá analýsu af það er ákveðin Evrópustaðallögin yfir meðalbeltur og hvernig það eru notað eftir brennslu og annarra hluta, öskuinnihald og orkuinnihald og hvað þetta density og hvað þetta þýðir. Við erum nýbúin að fá það og það kemur þá í ljós að Lerki kom best út og þar eru það bil 5 kilowatt af orku per kíló af vöru, af perlum. Ef við með olíu þá er olía 10, þannig að hún er helmingi orkuríkari per kíló. Ef þetta svarar spurningunum. Ég held við vísum öðrum spurningum bara í panelin núna á eftir og þökkum Magnúsi kærlega fyrir. Áður en að Hrefna Jóhannesdóttir kemur hér upp og kynni panelin, þá ætlar Þór að segja frá nokkrum praktískum atriðum. Já, það eru allmörg praktísk atriði. Rútan inn í Fljótsdal, það eru 2 rútur og í annar hann Skúli Björnsson, skógamaður á Hallormsstað og í hinni rútun hún Þórveig Jóhannsdóttir, starfsmaður Skógartöls Reykjavíkur og Fljótsdalingur. Rúturnar eiga að leggja stað klukkan 3:30 ef allt gengur upp og svo farið inn til Bjarkar inn í Fljótsdal og svo komið vonandi aftur. Og kvöldverðurinn hérna klukkan 8, hortdrykkur hálftíma fyrr klukkan 19:30